4, það föstudagur og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn og sem betur fer segir. Hárrétt. Það hárrétt. Já, við erum staddir á Ólafsfirði. Við erum með ball hérna í kvöld í Tjarnarborg. Já, við erum að fara að vera hérna basically alla helgina og málega það, þetta leit bara ekki það vel út í dag. Nei, við vorum bara ekki að ná að tengja græjurnar eins og fólk sér á snappin okkar FM 95 Blöð. Akkurat. En þetta hafðist og græjurnar tengdust 4 mínútur í. Já. Þannig að við erum komin í beina nákvæmlega eins og þetta á að vera. Já, sitjum hérna uppi í Tjarnarborg. Þetta hvað er þetta, tónlistaskóli? Já, ég veit ekki hvað þetta en það fer vel mig. Já, það fer mjög vel okkur. Það 20 stað hiti hér eins og í bænum. Eins og ég hef alltaf sagt, ég fungur eftir veðri og ég hef aldrei verið betri. Heyrður þú hvernig ég opnaði þáttinn? Ég tók hann hérna. Tók öskuð. Ég þar sko. Ef það einhver að hlusta þáttinn núna, ekki í gír, þá eitthvað að því að það geggjaður í bænum líka, það allstað gott. Þá getur hann bara stilt yfir okkur annað. Já, það einn maður sem situr hérna með okkur sem er vanu góðu veðri því hann fór beint frá Vegas til LA til Ólafsfjarðar. Egill Einarsson, hvernig ert þú? Ég bara aldrei betri. Hvernig rúlar þessi maður? Já, nýkominn, hann fer frá Vegas beint til Ólafsfjarðar. Já, og lendir fórst ekki frá Vegas til LA og svo til Ólafsfjarðar. Jú, ég byrjaði á Vegas, síðan tók ég LA. Hvernig rúlar þessi maður? Þetta vel gert, en við erum með veislu handa ykkur í dag í þessu góða veðri. Sko strákar, ég náttúrulega bara búin að sofa í 7 mínútur. Já, þú varst að klára þáttinn í dag. Ég var að klára gett og betur í nótt og þú sóttu mig basically bara, já, þú sóttu mig bara upp í vinnu. Þannig að ég er... Já, þú svafst allan tíman í bílnum. Nei, ég svaf ekki allan tíman. Ég tók þetta hálftíma kannski max. En Hrautan? Ég er ekki að grínast, ég var bara að keyra sjálfur, þannig ég gæti ekki tekið upp róturnar. Ég hef aldrei áður verið að keyra norður, ég hef oft gert á Sauðárkrók. Ég er með kæfisvefn og allan pakkan. Það er gaman að ná þeim á Ég er bara eins og mennst svín í framsætinu. Hvernig, getur maður að heyra hvernig það hýttur? Þetta er ekki svona... Þetta er ógeðslegt, þetta er ekki krútlegar svona... Nei, þetta er viðbjóður. Hvernig er þetta? Þetta er svona, ég skal bara leika þetta þig. Já, þetta er svona... Hann er eins og sé að deyja. Þetta er svona þegar ég er að ég missi andan, þá er þetta svona... Svona smá svínafílingur, sko, en hérna... Við ætluðum að stoppa í staðaskóla. Ég er að segja alveg satt núna, við ætluðum að stoppa í staðaskóla. Steindi sagði, ég verða að ná 3 tímum að því að ball og eitthvað, kvöld og eitthvað. Þannig ég hugsaði þegar við vorum í staðaskóla, ok, ég stoppa ekki, ég keyri á Blönduós, við stoppum þar. Og náttúrulega ég geta og standa upp og svona. Herðu, svo erum við að nálgast Blönduós, þá kemur bara að koma svo háa hrotur, ég gæti alltaf keyrt. Ég hugsaði bara, hvað er að gerast hérna? Ég gæti ekki tekið þau. Svo vaknar hann svona slefandi á Blönduósi. Jesus maður, ég hef ekkert náð að sofna. Nei, ekki, ok, skrítið. Hvað varstu þá að gera? Ég hugsa að ég sé með svona 47 mínútur á rekordin í dag, eða ekki? Nei, svona 3,5 tíma. Er það? Ég veit það. En við ætlum að vera með Gortmundur frekar hér á eftir Steindi Junior. Þú ætlar að bjóða upp á augljósa staðreyndir. Já, ég ætla að vera með augljósa staðreyndir og víst að það er 20 hiti úti og ég funkar eftir veðri. Þá ákvað ég að hafa þær mjög augljósar í dag. Það eru hrikalega augljósar. Já, ég fíla. Svo er það, hérna stendur hvað? King of, hérna er Egill búinn að skrifa á handriti. Hvað stendur hérna, Egill? King of sjómaður. King of sjómaður? Já, sko málega það er sjómannahelgi. Já, þess vegna erum við Ólafsfirði. Já, og það er alltaf að gerast, það er Ólafsfjörður, það er Grindavík, þetta er út all land einhvern veginn. Þetta er bara, sjómannadagurinn er held ég á sunnudaginn en öll helgin er tekin í þetta og haldin hátíðleg og ég er mjög spennt yfir þessu. Ég held að ég geti komið sigurstranglegur, ég hef vel unnið í dag. Hver er betur sjómaður? Ég held að ég sé sjómenn, ég sé sjómenn fyrir sér. Þeir eru svona út á þilfari og þeir eru að reyna að veiða einhvern risaþorsk og það er ein smell með félaganum. Já, þetta er svo létt og þægilegt. Nei, þú fungerir ekkert að sjó. Steindi, þú myndir fá í magan og ræpu á hálftíma. Heldur í alvörinu, þeir séu bara út á þilfarin eina smelli að draga en annar hefur farið á sjóðu. Hvað heldur þau tala aldrei saman eða? Hæ? Þeir heldur þau taka aldrei pásur? Jú, bara meina rettu í pásu. Að sjálfsögðu, hvað hefur þau hitt sjómann sem er ekki með smelli? Já, marga. Nei, það er ekki sem tók á móti okkur aðan, hann var ekki með rettu. Hann er víst með rettu, hann er alltaf með rally, hann gerir ekki annan að reyna. Svo erum við með sannleikana, Kontor, við ætlum að fara í giftast sofa hjá sko, það finnst mér spennandi, sannleikuna Kontor. Alltaf þegar við farum út á land og alltaf þegar við verið sem sagt einhvers staðar annars staðar enn í stúdíónu, þá förum við sannleikana Kontor. Það er eitthvað svona, ég veit ekki út af hverju það er eitthvað sem trigger okkur að við viljum einhvern veginn fara í sannleikana Kontor. Já, það er líka eins og núna, það er mjög þægilegt að vera hérna í beinni útsendingu. Við erum með glugga, við sjáum hérna yfir allan Ólafsfjörð. Þetta er eiginlega ocean view. Ég þarf eiginlega að taka eitt snappin fyrir hlustendur að sína með view. En sko, við þurfum að vera alveg hreinskilir í sannleikana Kontor og við útskýrum alltaf reglurnar eftir og þeir sem kunna reglurnar, þeir meiga henda Twitterin einhverjum spurningum á okkur. Já, herðu, hefur að virkja Twitterin. Já, menn akkur ekki, hvað vil ég vita Auðun Blöndal? Ég geti til og með spurt hann, sannleikana Kontor, þú segir sannleikan, þá geti ég leita í Twitterin. Já, hendi endil á Twitterin með hashtagið F95BLO með BLO. Ég væri
Íslendingar þið viljið sannleikann Ég væri reynda líka til í bara myndir af hlustendum sko. Það er 20. hitti. Já, hvað fólk Það er fólk að gera. Það er alltaf gaman að fólk sendir myndir og það er út í garði eða Ef fólk byrja að fá sér, ef fólk ekki byrja Getur King sem vil gefið þá einhver hlustanda free shit. Við spyrjum ekki að því. Nei, við spyrjum ekki að því. Við gefum bara í keilu og einhverja flöskuborð og einhverja rútur. Og þannig er það. En fóruð þið mikið í sannleikann eða kontor þegar þið voru yngri? Já, mikið með það. Hvaða leikir að því að nú ég er elstu upp á sögur. Eftir að tala um ykkur svona pervíska leiki. Það var alltaf ABC, sko. Það var alltaf elda sætustu stelpun í bekknum og allt þetta. Fórst í 1 mínútu í helvíti? 1 mínútu í helvíti? Nei, hvað var það? Fórst inn í skáp með ykkurum? Nei. Hvað var að geta í skápum? Það var bara, Hvað fórst í skáp, hvað með ykkur í fullorðnum, veitu það? Hvað er þetta eitthvað rugg? Hvað skáp fórst inn í? Já, ég var bara með fullorðnum fólki þegar ég var 11 ári, 1 mínútu í helvíti. Ég held að það kannski hitt ykkur kall og var 1 mínútu í helvíti. Hvað gerði þínu skáp? Akkur þetta 1 mínútu í helvíti, ekki 1 mínútu... Það var það sem sagt... Ætti þetta ekki að vera 1 mínútu í himnaríki? Já, fóru aldrei í þetta? Fórstu bara með fullorðnum kallmannin í skáp? Nei, hættu þessu núna strax. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Var þetta einhver húsur í skólanum og þú fer bara með honum inn í skáp í 1 mínútu í helvíti? Hvað er þetta að segja við okkur? Það eru pottþétt einhverjum... Við vorum bara að tala um sannleikann að kontor þetta, sko. Það eru pottþétt einhverjum hlustendur sem að þekkja 1 mínútu í helvíti. Þá ferði ekkert endilega inn í skáp, inn í herbyggi kannski eitthvað. Og þið ráðið hvað þið gerir í 1 mínútu. Kannski voru að spjalla, kannski voru að kyssast. Fóruð aldrei í þetta? Hvað vildi hann? Var þetta bara söðukrokki? Hvað vildi þessi kall? Það var ekki maður með mér í þessu. Ég var bara krakkandi með mér í skólanum. Hvað vildi þessi fullorðni maður? Herru, jæja, frábært. Ég er til að fara í hennar leik. Geti ég sagt það bara, fara á 4 fætur, giftu niður þig og geltu. Við skulum fá lag sem að kemur mér í gýrin því að það er geggja. Við erum þátturinn byrjar í beinni frá Ólafsfirði. Við skulum fá feirit hérna. Elsku vinir og lífsföru nautar. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Djún, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudagsstrákar. Þetta er flottasti dag og sumar sem synga til. Já, það er loksins komið sumar. Ég er að tjúllast, sko. Ég er að tjúllast. Það er gýr í okkur. Já. Við erum í hættulegum gýr. Hættulegum gýr. Það er komið að slúðri, ekki íslensku. Nei. Það er Þú ætla kannski að vera með íslensku slúður. Já, við sjáum til. Ef veður leyfir. En hvað ætlar að bjóða upp á? Erum við að tala um Wesley Snipes, Nicolas Cage, Kurt Russell? Ertu ekki í þeim gýr í dag? Nei, ég ætla að byrja á Johnny Depp. Það er alveg sama hvaða slúðursíðu ferð á, það er allir að fjalla um hann. Erum við að fara aftur í hann? Hann er alltaf búinn að vera berja alla familjíuna? Nei, þetta er hann er í vesinni og það er náttúrulega ef þetta er satt um Johnny Depp. Þetta er dagsatt. En sko hann hefur samt ekkert miklar áhyggjur af þessu greinilega. Því að, fyrir þá sem að vita ekkert um hvað máli snýst, þá er hann að skilja við Amber Heard. Hún er búin að saka hann um heimilisofbeldi. Já, hann er bankari, eins og við kjósum að kalla þetta upp í Mósberg, sko. Þá ertu kallaði bankari. Já, ég kalli þetta bara viðbjóður. Já, eða það, sko. Já, en málið er að hún er núna með undir höndunum einhver SMS frá umboðsmannum hans sem gefur sig hérna byrjundu báða vængi. En svo er hins vegar Johnny Depp, hann er bara búin að vera í vikunni í Köpen. Og bara á fyllir í. Köpenhán? Já, hann er búin að jamma í Köpen og ekkert að stressa sig á þessu. Bara strikið og Jolene og... Já, hann var ángríns á strikinu að jamma. Hann var að jamma á strikinu? Nei. Já, hérna stendur. Hann keipti 4 vodka tonic með læmi. Vodka tonic? Já, hann drekkur vodka í tonic með læmi. Það er sérstakt, vodka í tonic. Og svo keipti hann flösku að kampaðinni og let hann bara ganga allan staðinn. Og það voru bara allir hérna á staðinum að drekka kampaðin með Johnny Depp. Mikil stemming. Þannig að hann er ekki að stressa sig á sig allavega. Ok, þannig að hann er bara í Köpen, feskur og er ekkert að spá í sig. Þetta eru leiðindar fréttir af Johnny. Já, Johnny er alltaf aftur. En þetta er ekki staðfest eða nokkuð? Já, þetta lítur ítl út fyrir kallinn. Skjálfest og þinglýst. Þetta er náttúrulega gaur sem á perfect karriér þannig sé, fyrir utan þetta reyndar hérna Mordecai eða hvað sem hún heitir. Svo mynd var viðbjörn. Já, við erum að tala um þetta. Þú veist, við erum að tala um við erum að tala um Edda Klipp í Krumlu, sko. Þetta er Edward Scissorhands. Búin að eiga geggjaðan feril en hann er í vesinni, kallinn. Og það er bara þannig. Svo er það Justin Bieber. Svona, nú veit ég að Egill verður Passaðu nú, ég er belieber, sko. Passaðu nú. Hann er ekki neinu vesinni. Hann er byrjað að deyta sig og veit eitthvað píu hann að deyta. Já, sko, ef ég ætti að gíska, þá var það Miley Cyrus. Nei, það er Rita Ora. Rita Ora, býttu hver er það aftur? Rita Ora, þetta hljómar er svo kekstegund. Nei, hún var dómari. Þú veist nákvæmlega hver það er. Keira myndina fyrir þig. Já, hún var dómari í X-Factor og hún er söngkona og hún er lag sem hún var mjög vinsælt hérna. Ok, ég þekki aldrei þetta fólk. Hún er algjör töffari. Já, ég hef alveg lost í þessu öllu saman. Já, þannig að þau eru vist eitthvað búin að vera að stinga saman nefjum og ég held svolítið með því að þau eru bæði svona, ég fílaði bæði, þannig ég vona að það gangi. Er þetta ekki bara eitthvað
Nei, sérðu myndina hérna, þetta Bieber, hann var að koma á tónleikum með henni og með hettuna yfir andlitinu, en það föttuði samt allir þetta væri hann og svo fóruðu saman upp í leigubíl heim til hennar. Já, það er bara taxi heim og allt í rugli. Aldrei að sé einhver í þessu í bænum, í Reykjavík, eitthvað sem að fyrir að djaminu bara með hettu, hann enginn sjáu það. Hvað meinarðu, eitthvað celeb? Já, sem að hérna á Íslandi? Já, nei, það er nokkuð. Nei, sko, ég veit ekki. Jú, það er alveg pottjætt. Já. Það ekki. Hendur upp hettunu bara leið Ég get alveg sé Hjöppa K fyrir mér hend upp hettunni og strunns út af B5, sko. Það ekki. Ég var svona meira að hugsa eitthvað á kaffibarnum, en svo það, í lokin, það er Prince, það er komið í ljós. Hann var lítill kall. Hæ? Topna á ekki. Hvernig það var lítið kall? Hvað er þig og lít? Nei, við vorum að tala á það náttúrulega þegar tónlistin var að voru sko, nei, við vorum að tala við sáum lítið kall hérna á hann. Já, þegar þú var, ok, já, hann var ekki háð í loftinu. Nei, ég bara segja, frábær tónlistarmaður. Já, frábær og ég bara ekkert með virðing. Nei, en hann... Lítill var hann. Hæ? Hvað, þú ert alltaf að segja ykkur að sögja ykkur gaur líka í húsaspinnu, hvað er með þig og litla menn? Nei, mér fannst þetta bara ekki... Mér finnst þetta eiginlega bara fordómar. Nei, alls ekki fordómar, ég er nú ekki hávaxinn. Mér finnst bara litli menn ekki fá virðinguna sem þeir eru að skilja. Nei, og þú ert ekki að hjálpa í þessu þætti, sko. Hvað er lendast að gæða inn í húsaspinnu? Nei, hann tók þetta líka fyrir Sigurjón Kjartansson, hann er ekki bara að segja þessu sögu og þriðja þáttir í röð, sko. Hann var bara maður sem var töluvert, hann var hávaxinn maður fyrir framan, svona 1,95 fyrir framan hann. Og hann var aftast að gjamma. Það var enginn að hlusta á hann, þetta var lítill kall. Hann var svona 1,45, feitur, sköllóttur og hann var allan tíman að segja ég var næstur, ég var næstur. Það horfði allir á hann bara, veist það. Æjæjæj. En þegar þú heyrir nafnið Prince núna, eða bara á lista, þegar ég tala listamennin Prince, hugsaðu þá fyrst litli kall. Alls ekki. Það er ekki bara genie, það er bara snillingur. Hann er algjör snillingur og hérna... Hann overdósaði að góðsögn. Opium. Já, en hefði hann ekki verið þekktur, þá hefði hann verið lítill. Kall. Þá hefði hann ekki verið aðgjörður í rúmfattalagan. Ég veit ekki hvað með steind á litla mennum myndum að fá auglýsingar og svo förum við hvort myndur frekar og ég er með góðar handa ykkur í dag, það er bara þannig. FM 957 og Samfilm kynna sérstök FM 957 forsending á Conjuring 2 föstudagskvöldið 3. júní í Sambjónum Egilshöll klukkan 11. This is not just a haunting. There's a demonic presence in that house. Sannkölluð dundur hrollvekja af bestu gerð sem fær öll hárin til að rísa. They're calling it England's Amityville. She needs our help! No! Upplifðu skelvingu, ótta, hrylling og allt það sem sannur spennufikill vill fá í hrollvekju. Fylgstu með alla vikuna á FM 957 og nældu verið miða á sérstaka forsýningu á Conjuring 2. Engamál.is í samstarfi FM 957 boðar til stærsta stefnumót sögunar. Föstudagskvöldið 3. júní milli klukkan 21 og 22 en þeir sem að taka þátt geta nælt sér í stórglæsilega utanlandsferð fyrir 2. Allir þeir sem að sækja sér Engamál.is appið vikuna 30. mæ til 3. júní tengjast og mattsa við FM 957 eiga möguleika á glæsilegum aukavinningum. Svo sem stefnumót fyrir 2 í Reykjavík, bíóferð, út að borða, leikhús og spa, svo eitthvað sé nefnt. Stóra stefnumótið verður svo föstudagskvöldið 3. júní en allir þeir sem eru tengdir milli klukkan 21 og 22 geta nælt sér í glæsilega utanlandsferð fyrir 2 til Barcelona með WOW Air. Dregið verður út daginn eftir í beinni útsendingu hér á FM 957. Hlustaðu á FM 957, sæktu Engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar. Tvennu tilboð dælunar, ódýra bensín og ódýra dísel ef þú sækir. Dælan, eini staðurinn með megahraðpóstilrýmingarsérverð á eldsneyti. Feðgar og ferð byrja aftur á Stöð 2 en í þáttunum heimsækja þeir Magnús Hlynur Hreiðarsson og Fannar Freyr sonur hans, jákvætt og skemmtilegt fólk. Við hefjum þennan fyrsta þátt sumarsins hér í Garðabænum en hér ætlum við að hitta 9 ára gamla stelpu sem er alger píanósnillingur. Ég byrjaði þegar ég var svona 4 ára og 9 mánuð. Og þú varst bara heimsfræg? Bara ein lag og allir bara kalla mig Mini-Mozart. Feðgar á ferð, sunnudag klukkan 19:35. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Fáðu þér Memphis borgara á Grill 66 og þú getur unnið ferð til Parísar á leik Íslands og Austurríkis, auk fjölda annara spennandi vinninga. Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
Nice Guys. My daughter is in danger. You can hire us, but we're not cheap. Eiturhress, fyndin og stórskemmtileg. You're the world's worst detectives. Íslandsvinnirnir Russell Crowe og Ryan Gosling mynda ómetanlegt dúó. The world's worst. 90% á Rotten Tomatoes. Nice Guys, frumsýnd 8. júní. Skráðu þann gamla og leitað af nýjum. Höfðabílar.is FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þetta sennilega það lag sem hefur verið spilað hvað oftast í FM 95 Blö. Reyndar ekki verið spilað í langan tíma, en sveimi þá eldist ekki bara nokkuð vel. Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Við drengir stattir á Ólafsfirði og erum með ball í kvöld í Tjarnarborg og herru, nú eins gott að allir á Sauðárkróki, allir á Dalvík, allir á Siglufirði, allir á Akureyri og allir á Ólafsfirði koma á ball. Já, koma og gefa okkur high five og láta svolítið illa með okkur. Þetta er bara að koma yfir. Þetta er sveitaball. Já, þetta er alveg sveitaball. Þetta er alveg sveitaball og þau eru sjaldgæf í dag. Svo erum við að fara að vera þetta nánast bara alla helgina. Pétur Jón að koma og var eldjátt og fleiri og það sjómannadagurinn og allt að gera. Og síðan eru 3 á leiðinni. King Óli Geir, Suez to Mouth og Bent allir í bíl á leiðninga á ballið í kvöld. Þetta er bíl sem er á leiðinni. Þetta er uppbytunin okkar fyrir þjóðhátíð. Þetta er þjóðhátíð að line-up. Þetta er basically svona smá æfing, skástrík hell of a time. Það er rétt, en við ætlum að fara núna í kortmyndur fyrir ekkar og áður því ég er með 3 spurningarsnindin. Ég verð að spyrja því, ég get spurt eiginlega þessu líka. Já, hvað ertu bara að fara að setja þetta allt á mig? Nei, af því þú ert alltaf að tala þessa litlu kalla á þetta. Og þú hefur einhver rosalega fordóma gagvart. Ég hef enga fordóma. Þú hatar lágvaxtamann út af lífinu. Ég er lágvaxinn, strákar. Þú ert ekki Danny DeVito lágvaxinn. Nei, ég er 1,78. Ég myndi segja að ég væri Þú ert kannski 40% Danny DeVito og þú ert ekki að lágvaxinn, sko. Nei, ég veit ekki alveg hver ætli meðalhæð kall mann að sé. 1,78 held ég. Nei, ætla að sé ekki 1,80. Það var eftir bara hvaða löndum En ég hef enga fordóma, alls ekki. Ég er bara búin að kasta þessu fram af því að ég sá mann í húsasmiðinni. Nei, ég sá bara mann í húsasmiðinni. Hann var niðurlægður. Ef þú sér lágvaxinn mann á þau götu, kastar upp bara. Nei, Egill, ég er bara að segja, ég bara séð fólk koma illa fram við lágvaxtamenn. Ég er að berjast fyrir þá. Hvort myndur þú frekar vilja vera 1,50 og 2,20? Ég myndi vilja vera 2,20. En þú er ekki 2,20. Það er samt vesinn, sko. Pétur Guðmundsson 2,18. Já, hvað, þú ert ekki að fara að keppa í körfubolta 36 ára, sko? Það ekki Rikka G, tróðið yfir hann og rótaði hann með hnénu. Tróðið dónut upp í raskandi. Já. Og þetta er bæðið láskaðin að Rikka G til hafa ekki með daginn, en það er National Donut Day í dag. Akkurat. Og fyrir þess að trúa mér ekki, googliði National Donut Day 2016, það er National Donut Day. Í dag. Er ekki G að fá grænt ljós frá þjálfaranum sínum að hann megi Goofysi í dag? Þú voru að spyrja Mike Brown að því. Það er Mike Brown. Nikolásson er þjálfari Rikka. Já, hefði ég vitað þetta, þegar þú fengið með Kleinurríki í Sauðárkróksbakaríi hann. En það er komið að kortmyndur frekar og ég ætla að byrja hérna fyrstu spurningu. Ég ætla að tengja hana við. Þú varst ekki búin að spyrja mig? Jú, ég var að spyrja hann, en ég hérna samt með, tekið 2 allavega viðbútt. Kortmynduð frekar, búa Ólafsfirði, þar sem við erum núna, fallegu bær, og vinna á svona lokal, ég ætla að spyrja hérna, ég tengi ykkur báðabrýta, vinna á svona lokal TV eða radio stöðinni hérna í bænum, segjum bara þið varum með eitthvað þátt á svona stöðinni sem að næst á. Sem myndi nákvært? Og nær á Siglufjörð og... Akureyri, teikur hann Akureyri? Já, nær Akureyri líka. Ok. Og þið eru með 2,5 mánuði eða búa í bænum og vinna við það sem þið eru að gera með 1 milljón mánuði. 1 milljón í bænum eða 2,5? Og hvað þarf ég að búa lengi þetta? Þetta er rosalega. Þú ert að búa þetta í 3 ár. Getur hugsað að flytja á Ólafsfjörð og vera hérna með lokal útvarp með 2,5? Sko, það eyðir engu hérna því að það er ekkert hérna, það er ekkert hérna. Ég keyrði hérna inn með Richard. Já, ég meina, hversu marga pítsu getur þú getið og þú veist, 3 árum? Ég keyrði hérna inn í bæinn með Richard á hann. Við flugum, lendum á Ak og fengum bíl frá Ak til Ólafsfjörðar og ekki keyrði bæði við eins og geðsjúklingur. Þannig að handtekinn að lögreglunni að stoppa okkur leðinni. En við vorum 35 minnur að keyrða yfir. Rikki var þetta svangur og svo alltaf. Þannig að hann sagði, þarf að borða, núna. Við bara, ok. Viltu hann fara í bakaríið? Þannig að við stoppum bara og spurjum einhvern meistara sem hérna út á götu. Er þetta með eitthvað veitingastöður hérna? Já, það er höllin hérna. Höllin er hinum meginn. Já, ég veit hvað. Já, við fórum þangað, lokað. Opnaði ekki klukkan 5. Hann hugsaði, ok, hvað getur Dr. Donut borðað? Fórum á kaffihús, læst. Þannig að eini staðurinn sem Kleinurhringurinn gat borðað mat á Ólafsfirði var sjoppa sem var pínulítið, leit út þeirra frá 1945. Pétur sagði ekki að það verið geðugur borgari. En það var mjög góða borgari. Við ætlum að hrósa Ólís fyrir það að Rikki hef aldrei sinni borða hamburger hjá rætt, sko. Ólafsfjörður er í rauninni, sko, þetta er ein gata.
Já, þetta er bara svo sögurkrukkur. En þetta kom með rós. Þetta mjög fallegt hérna. Við ætlum að taka snabbt þetta er paradís. Þetta er lítið, en þetta er svo paradís. Það skiptir ekki öllu máli í þessar spurningu. Málið það, ég held að það væri mjög skemmtilegt verkefni að fá lokal útastöð og reyna að rífa hann einhvern veginn upp og vera með mikið metnað þessu. Ég myndi taka Ólafsfjörð. Ekki spurning. Veistu hvað ég myndi gera hluti fyrir þessu upphæðir. Þú getur bara sagt hvað sem við mig, sko. Sko, maður eyðir engu, þannig að þetta er 2,5. Líka gott að alveg badna, finnum við báðið með krakka. Já, ég veit nú ekki með það samt. Nú? Nei, það... Verður ekki krakkandi hálfskrýtnir þetta? Ég sé fram á að eyða ekki 1 krónu á þessu 2,5, en þetta fæði 90 kúlur á þessu 3 árum. Allt lagt inn á verðtryggðan reikning í Landsbankanum og síðan flytja aftur í bæinn, hann er allt tekið. Ok, þið tekið báðir Ólafsfjörð. Þá er næsta kortmyndi að því að nú sjómannahelgin. Kortmyndi fyrir ekki að vera sjómaður í 2 ár eða vitavörður. Já. Hvernig vinnutíminn út vitavörður? Því að sjómar og vinnur 12 tímar. Sjómar átta vaktir og þessi vinnur 12 tíma vakt og laus í 12 tíma. Það er samt viðbjörn. Þá geitni þið vita. Já, sko, mér finnst eitthvað heillandi við það. Að vera vitavörður? Já, maður getur bara verið og lesa einhverja bækur, maður getur verið að skrifa eitthvað, maður getur verið að djöflast. Hvað verður að lesa? Djöflast? Einni vitan? Nei, ég er að segja sko... Já, ertu að tala um það hérna? Nei, ég er ekki að tala um neitt. Það er ég að tala um, ég er ekki að tala um neitt. Þú ert alltaf, akkur er alltaf að taka allt sem ég segi og taka á samvík. Ég er að segja, það væri bara mjög þægilegt starf. Myndi vera að djöflast? Ég veist ekki hvað það tala um. Sko, hvað sagður í 3 ár? Það er að djöflast í 3 ár? Heyrðu, sko, ég held að ég geti, sko, ég sé mig alveg, ég geti reynda verið dúndu sjómaður. Það kemur í ljós á eftir í spurningakefninni. Málið það, ég er lengi að gíra mig til og fara út. Ég er lengi að koma mér út. Nei, ég það. Já, það vita þannig flestir. En ég vakna alltaf on time. En ef ég er út í raskati á báti og ég er vakna, þá hef ég ekkert, ég færi bara beint upp að þilfara á náttbrókurum og myndi bara verið að vinna, sko. Þú getur aldrei verið að sjóða, það kemur í ljós á eftir. Hvort myndið þið taka samt, Ríkir? Egil, hvort það getur þú? Ég ætla að taka vitan. Vitavörður? Já. Ok. Það er eitthvað svo... Ég tek sjóun á þetta. Já, ég held að þú verið fýtt sjómaður. Ég skal gefa það. Því að ég mikið á sjómunum í fjárþjálfunni og það er allt þvílíki toppmenn og svona menn í harðari kantinu. Ég meina, hefur hitt Vitaverður eitthvað svona... Þeir eru toppmenn líka? Það er samt... Toppnám? Er það? Já, akkur er eitthvað að þeim? Það er ekki eitthvað svona... Nei, þeir eru aldrei hitt Vitaverður. Akkur er verið að tengja Vitaverði sem ykkur að skrýtna gæja? Það var enginn af þínum. Jú, þið báðir. Svo er það síðasta, þriðja og síðasta spurningin. Hvort myndu frekar klæja í hálft ár eða lykta illa í hálft ár? Það er náttúrulega ekkert verið í heiminum en að klæja. Hvað er klæja mig? Jú, að lykta illa. Já, en að klæja. Hvað er klæja þig? Bara út allt. Í rassinum? Bara út allt. Er þetta rassakláði? Eða rassin eða klófsvæði. Það er mjög slæmt. Eins og þegar ég klæja, þá fer þetta út allt. Þetta fer í lærin og þetta fer í... Það fer svolítið mikið eftir hvort þetta sé rassakláði, sko. Nei, sleppur rassin. Því að þá ertu að tala um bara basically eftir að spyrja okkur hvort við varum til að vera með njálk. Það er bara allt önnur spurning. Hefur þið fengið slæman rassakláða? Hef ég? Ég fengið sár í rassin, já. Það? Er það alveg? Já, bara... Og það klára allan dagina? Já, þú veist bara, hvað við aldrei fengið sár í rassin eða eitthvað svona rass... Að lausa það? Sár í rassin? Já. Hvernig gerst það? Og varst alltaf að klóra þetta? Nei, ég veit að, þeir eru svo leiðileg maður. Ég er bara að spyrja, ég hef ekki fengið sár í rassin. Nei, já, ég er kannski bara skemmtur og vel eða eitthvað svoleiðis. Hvað veit ég? Ég bara hef fengið það og hérna... Jésús, hvað er leiðilegt að vera með ykkur. Það er ekki hægt að ræða neitt, það er ekki hægt. Átti að ljúa? Átti að ljúa ég að fengið sár þar? Þú hefur fengið sár þar? Nei, ég sverða það. Jú, víst. Hefur aldrei klæjað í rassin? Jú. Já, gott, að viðurkenna þetta. Þetta er sári. Hefur þið klæjað í rassin? Að því ég skemmt. Segja það bara báðir. Ok, ég er að tala um, þeir eru laus við það, ég er ekki að tala um klæja í bakinu, klæja á stöðu svo nærð kannski ekki í, það er ríkast. Já, þú ert að taka einn öxlina. Ég er típan, ég er gæi sem ég klóra mér á bakinu á hörður, sko, ef þetta svipulikt og var að rikka þegar hann búin að tengja græjunar á hann í 2,5 tíma og ekkert þá hérna þá vel ég kláðan. Ég lána honum svitur alltaf eða minn á hann og það er svona rollon svona hérna. Ekki vera vondur ykkur, hann bjargaði græjunum. Nei, þú lána bara ekki öðru kallmanni rollon. Nei, mér finnst það skrifið. Þú ert með úðaran. Hann er basically ónýttur núna. Þetta er hann ónýttur, hend honum. Hvað er ég að gera núna? Ég nota þetta. Nei, þú mátt ekki nota þetta. Þið takki báðir kláðan. Ég tek kláðan. Nei, hvað var hitt? Að lykta illa. Já, ég myndi velja það. Ég myndi frekar vel að lykta illa. Já, ég er þetta að tekja eftir því, þið eru nokk saman það. Æ, ég þegju, ég sko er bara sikalegt að vera komin upp, ég myndi að vera komin upp í rúm
Þú ert bara að fara að sofa og þú ert að deyja og kláða. Já, ég reyndar. Það bara viðbjóður. Þú getur aldrei hort á hennar bíómynd, þú getur aldrei verið, þú getur aldrei stæð, þú ert að yðar allir. Maður getur gert allt og maður líkt illa, það góða punktur. Já, og svo það bara eitt bara. Þetta líka visuált, þú sérð, þú ert að horfa á mann, þá ég alltaf að klóra mér í punktnum og rassinum og bakinu. Þú veit ekki bara bita á jakslinn og slefti að klóra þér, þú er líkalegt, sko. Ég ætla líkt illa. Það held ég, þá vitið það, kæru hlustendur, hér eftir smástund förum við í augljósa staðreyndir. Við skulum fá eitthvað hressandi lag sem Ingvi með í bænum handa okkur. Íslandsvinnurinn Justin Timberlake með, funheitan smell, ég fíla þetta lag. Já, ég mikill J-tíma. Þetta var á repeat og öllum útastöðum í LA og Vegas. Ég heyrði þetta lag svona 6.000 sinnum. Já, það er hitt í þar. Hann er ennþá the shit í Bandaríkjunum. Hann er greinlega, já. Það er ekkert þessi núna. Herru, ég er búinn að tala við Simma vill, og við erum konum með leyfi fyrir bara stærsta vinning ever fyrir bestu myndina. Við ætlum að tengja það svona. Það er svo gaman þegar það er ógeðslega gott veður og fólk er að hlusta á þáttinn. Og það er líka svo gaman fyrir okkur að renni yfir Twitter og sjá myndirnar. Besta myndin með hashtaginu FM95BLO, það sem er bara besta stemmingin eða eitthvað partí eða þó sett einn að gera eitthvað, settu það inn á Twitter með hashtaginu FM95BLO. Vinningurinn er út að borða fyrir 2 á Shaken Pizza. Þú getur fengið fjórðu bestu pizza í heimi. Og það er svo beint yfir í Keilu líka. Og þar færðu fötu og frítt í rútuna niður í bæ. Þannig að þetta er út að borða, þetta er Keila og bjór og rúta niður í bæ fyrir bestu myndina inn á Twitter með hashtaginu FM95BLO. Og þetta er pakki fyrir 2? Já, þetta er pakki fyrir 2. Og séu líka með Shaken Pizza, það er allir að tala um hana baconsöldu pizzuna sem var fjórða besta pizza í heimi. En ég fór daginn og horfði að leikarna, tók bara PSV, bara basic pizza hjá honum þar. Hún er ruglinu. Það er ekki bara þessi baconsöldan er samt best, sko. Já, ég er samt, ef ég færi núna í dag, PSV fyrir mig. Já, ok, gaman að því. Mín persónulega ég ætla að spyrja ykkur, af því við erum með balli hérna eftir, í Tjarnarborg. Og þetta er svona, þetta er bara ekta sveitaball. Og það er bara æskuminning hjá mér að fara á sveitaball. Ég man hvað ég hlakkaði til þegar ég mætti fara á sveitaball í Miðgarði. Hafið þið farið á sveitaball? Já. Þú fór á sveitaball? Já. Það er engin bar eða neitt, þú bara ert hérna í sveitinni og menn komið með sér og þú geimaði fyrir utan. En er ekki alveg góða líkur að Rikki G verið lamin eins og harðfiskur á þessu balli í kvöldi? Jú, af einhverju sjómunum. Þetta er sveitaball og... Jú, þeir eru ekkert vanir að sjá kleinurhingin blind hullan, sko. Þetta er ekkert eins og þetta var í gamla daga. Fólk er ekkert að koma... Ég ætla rétt að vona ekki að fólk sé að koma til að slást. Sveitaball hefur yfirleitt verið. Þú hugsa um sveitaball, sérðu fyrir landa, sleik og slagsmál. Já, þetta eru menn sem drekka landa í sjó og gefa mönnum eins og Rikka á góminn leiðu þau sjá. Þetta er náttúrulega breytt í tímar, bara eins og allt annað. Þetta er alltaf eins. Já, einmitt. Fólk er bara að koma hérna í landa og sleik og slagsmál. Alltaf að vona ekki. Nei, þetta er alls ekki. En málið það, sveitaböllin er bara svona sérverðandi og skemmtilega því að sko, þú losnar til þess með, það er engin biður á að bar. Þú getur komið með bjóriðinn. Nei, þú ert að held ég að geima fyrir utan. Nú er það? Já, ok. En þú veist, þú ert á meðan fyrir utan. Þú veist, það er svona, þetta er bara svona öðrisi atmosfér yfir þessu. Þetta er svona sveitaball. Ég man bara þegar ég var á sveitaballin, sko, ég hef aldrei lent í slagsmál. Ég þori ekki að slást, en ég kann ekki að slást. En ég passaði mig alltaf að vera með einhverjum sem var svona pínu hraustur. Já. Við hliðina með það er náttúrulega svo lúðalegt að fara í það. Það er enginn að fara í það, ekki meðan ég er á stanum. Ég mun passa upp á það í kvöld, ég get lofað þér því. En hefur þú farið á sveitaballi? Já, en samt sko, já, ég var alveg farið, ég var alveg fullur lóðpausu sko. En sko, en ég samt kveiki ekki eitthvað eins og það rifjit upp hvar var ég og hvað var að gera þarna. Þú var aldrei farið í Miðgarð eða hérna í Tjarnarborg eða... Nei, ekki svona, kannski ekki svona hardcore sveitaball sem blöðmaður stundaði grimt á sínum tíma. Nei, ég stundaði ekkert grimt. Gerði þið ekki annað en að hanga á þessu böllum? Þú voru átt að því líka, ég var alltaf edru á þessu böllum. Ég byrjaði að drekka fyrir ég var 17 að vera 18. Já, en ég meina þú varst 17 að vera 18. Þú talar eins og það sé rosalega seint. Þú kemst 16 inn á sveitaball. Ég var edru þar. En við ætlum að fara hérna í augljósa staðrendir strax eftir auglýsingar og muniði FM95BLO hashtag á Twitter og sendu okkur mynd. Flottasta myndin er að fara að fá út að borða á Shaken Pizza. Það er Keila í Keiluhöllinni í Egilshöll og fata bjór og svo líka fritt fara í bæinn. Já, mátt keila rútuna. Já. FM957 kynir bíladaga Skeljungs 2016 á Akureyri dagana 15. til 18. júní. Dagskráin gæti ekki verið flottari. Burnout, Auto X, Drift, götuspyrna, sandspyrna og einn flottasta bílasýning landsins.
FM 957 verður á svæðinu og mun sérstök græjukeppni fara fram á Skeljungsstöðinni við Hörgárbraut þar sem best útbúnu sound system bíla landsins etja kappi í beinni útsendingu á FM. Fylgstu með FM 957 í útvarpinu og á Snapchat. Því nokkrir heppnir hlustendur næla sér í armbandahátíðina. Þú getur einnig unnið armband á Facebook-síðu Skeljungs. Armbönd sem gilda á alla viðburði helgarinnar fást hjá Skeljungi við Hörgárbraut á Akureyri og í 10-11 verslun við Skeljung á Vesturlandsvegi og kosta 7.500 krónur. FM 957 og Skeljungur hvetja alla þá sem ætla að leggja leið sína á bíladaga að flýta sér hægt og aka varlega. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það máttu það Ef að þú vilt dansa eins og fiðlarinn á þakinu máttu það Þetta ekki bara sumasmellum í ár? Jú, þetta það. Ég var að tala þetta meðan lagið væri. Mér finnst þetta að vera svo ógeðslega flott lag. Mér finnst þetta eitt með því betra sem Frikki hefur gert. Já, mann náði ekki alveg strax. Mér finnst þetta flott alveg í byrjun. Já, leiðum maður heyrða það samt. Já, leiðum maður heyrða það og fattaði maður bara svona, þetta er svona, það er engin, mjög klefver og skemmtilegt, sko. Engin rembingur í þessu. Ég þarf átt 5-6 spilarnir til að vera ástfanginn. Já. Ég fann það strax, þetta er eitthvað. Það bara þannig. Já, eiginlega stundu 5-6 bílar til að vera ástfanginn, en það er komið að augljósum staðrændur. Heyrðu, það er komið að þeim? Já. Erum við að fara í þær? Ég þarf svolítið að pissa og allt. Og það er að hrannast inn myndir á Twitter, við minnum á FM95 blóð, hashtaggi hvað er eftir að hlusta þáttinn og þú getur unnið, sko, út að borða á shaken pizza, keilu og fötu af bjór og fara í bæinn fyrir 2. Ég ætla ekki að gera, ég ætla að velja bara mynd sem mér finnst persónulega skemmtileg og gefa þeim aðeila mánuði fjartþjálfun. Ég ætla að bæta í þetta. Ég ætla að henda sinn. Ég ætla að bæta það líka. Það er andverið 12.900 krónur. Þetta er að vera stærsti vinningur FM95 blöð. Það ætla ég að bæta líka. Það er komið Salem Lights í mjúku frá mér. Herru, ég ætla þá bara að tala við 365. Það er 1300 kall. Ég ætla að tala við 365. Það er áskrift á Stöð 2 líka. Wow. Ok, þá þurfum við að fara að fá okkur góða myndir, sko. Ok, fyrir bestu myndina með hashtaggi FM95 þá er frí áskrift á Stöð 2, frí 1 mánuður í fjartþjálfun hjá Agli. Það er út að borða, það er keila, fata, bjór. Salem Lights í mjúkur. Hættu þessu Salem Lights. Pulla, í alvörinni. Máttu eiga pullu? Já, jú. Hvað með Rikka? Ef Sigrún leyfir. Ég bæta við líka það. Frí pröfa á FM. Frí pröfa fyrir mann sem Frí pröfa, hvað meinur þú? Fyrir mannesku sem vill vera starfsmaður FM 957. Já, ok. Wow. Veitu, hvað meinur þú? An audition hjá The Donut Boy. Veitu, ertu að segja besta myndin, fá að koma upp í stúdíu og fá að prófa sig áfram og aðtöða hvort hann getur fengið vinnu upp á FM? Á rétt. Ok, betur, hvað er að gerast? Þetta er eskuleitast mér hrætt. Verður ekki að fara að stoppa? Ég er bara að gefa hundi minn, sko. Shit is escalating. Það er bara sem er að gera. Það kom með augljósum staðrindum og sko, þá náttúrulega þarf ég að fá bettaminnin. Það eru mjög augljósar. Sko, með grænu hérna, ég held hann að ég virka ef ég íti hérna, þá ætti að koma maður sjá. Ok. Hérna, hann er komin. Já. Mr. Selfridge. Þetta er, veistu það, strákar, áður en ég byrja í augljósum. Ég fær reglulega skilaboð á Facebook fólk sem er að leita að þessum betta. Já. Og hann er ekki á YouTube. Er þetta ekki á YouTube? Nei. Akkur upplóðar sig þar. Og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að fá link hjá Rikka á hennar betta svo ég geti farið að dreifa þessu. Ég fæ þetta reglulega. Ég get aldrei svara neinum. Ég veit ekki hvað þetta er. En varstu búinn að óska Rikka geta hamingju með daginn dag? Já, til hamingju með daginn, Rikki. Innilega til hamingju með daginn. Það er alþjóðlegi kleinurningadagurinn og ég segi bara verið þér að því. Herru, þá er komið að augljósum staðrendum. Þær eru 4 í dag. Og það er ein spurning og spurningin er til þín og þetta er svona aðalega allt til þín. Ég ætla að biðja að stara í augun á mér allan tíman. Ég þarf ekki að stara í augun, ég skal horfa á það. Starfa í augun á það? Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilega svona þegar þú starir. Ok, ég stara á það. Ég ætla að biðja að hækka örlítið í bettanum. Örlítið, aðeins, hanna já. Það verður að vera fílingur í þessu, rétti fílingur. Fyrsta augljósa staðurinn dagsins. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Þetta er að skemmtilega sem ég geri. Það er allir rosa spenntir. Já, ég held ekki. Ekki alveg allir, ekki þú. En þú eru að stara, mundu. Já, ég er að stara á þér. Fyrsta augljósa staðrind dagsins, hún hljómar svona: þú slekkur ekki eld með bensíni. Nei. Ég meina, þú veist það, þetta er náttúrulega vöku, en þú veist,
það bara bætir í eldin. Já, ég veit það, en þetta augljóst. Ef það væri eldur, þú myndir ekki fara að taka herru. Ég ætla að slökkva í þessum eldi, ég ætla að ná í 95 eða 98 eða V-Power eða eitthvað. Ertu að biðja mig að stara þig, af því að eins og ég sé bara einhver hálfviti. Nei, menn þú myndir ná í vatn. Ég veit þetta, auðvitað, ég myndi henda teppa á það. Teppið af vatn, þú myndir ekki ná í bensín. Bensín virkar ekki. Nei, ég veit það. En það ekki séns, þú slekkur ekki eld með bensín. Nei, augljósstaðarind. Það augljósstaðarind. Þá komið augljósi staðarind nr. 2, Egill, ert þú klár líka? Já, ég get ekki beðið. Og Öddi, þú heldur áfram að horfa á mig. Ég að horfa á þeim, maður. Hún hljómar svona, endur eru ekki góða löggur. Nei, það var nú öndirna fyrir utan staðinn á hann. Já, sástu góða, lappaði hægt. Getur ímyndaður hann að vera að hlaupa eftir þjófi? Það bara, ég meina, hvernig ætti önd að geta, getur ímyndaður öndur að handjátt einhvern? Nei. Hún var ekki góð lögga. Nei, alls ekki. Hvernig ætti hún að yfirheyra einhvern? Þú myndir ekki skilja orð. Sko, öndin náðan sem labbaði át á götu var hann að henda sér fyrir bíl sem ég bjargaði, by the way. Labbaði mjög hægt. Hún hefði ekki getað bjargað neinum. Því miður. Þetta er bara pointið. Það er bara endur er ekki góða löggur. Það er mjög augljóst. Þetta er augljóst staðreynd. Og þetta er eflaust svo augljósasta bara síðan bara ég man ekki eftir neinni sem er augljósari. Þá er þriðja augljósa staðreynd dagsins, Öddi. Já. Öddi. Ég er að, hvað ert eitthvað rugglaður? Heyrðu í mér. Hæ? Heyrðu ekki í mér? Jú, hvað ert eitthvað rugglaður? Já, þá ert ekki heyrnalaus. Þetta var rosaleg staðreynd. Heyrður þetta? Ég heyrði þér. Já, þar þú ert ekki heyrnalaus. Væsilegt. Nei, þið finnst þetta ekki svo Þetta er einn besta staðarindin hingað til. Já, þessi var fullkomin. Þessi var fullkomin, hún kom á óvart. Fólk veist að hlustendur átti ekki vona á þessu. Nýtt tvist í augljósum. Þetta var rosaleg tvist. Ég held bara að vera að biðja um að hlusta það, sko. Nei, já, bara sanna fyrir þú væri ekki heyrnalaus, þú heyrðir í mér. Takk fyrir það. Mjög augljóst. Gott að vita núna. Já, það er bara þannig. Þá er það fjórða augljósa staðarind dagsins. Hún hljómar svona: börn fæðast ekki í fötum. Nei. Getur ímyndaði það? Nei, ég get alveg ímyndað mér það. Er það? Já. Og íbarast það? Nei. Nei, mér það kominu, það er ekkert eitthvað barn að þrýstast út í kraftgala, sko. Þetta er bara, þau eru allsberg, þau eru nakin. Það er bara þannig. Hefur þessi barn fæðast í flýspissu? Nei, þú spurði mig hvort ég geti ímyndað mér það. Hvað heldur þú, eitthvað barn væri bara með einhverja nægtirhúfu bara... Getur ekki ímyndað barn fæðast í fötum? Jú, en maður gerir það ekki. Þetta er bara vittlisa. Já, frábært, næstu. Þetta er bara vittlisa að vera að spá í þessu. En ég er vittlus. Þetta er augljós staðurinn. Börn fæðast ekkert í fötum. Nei, ég veit það. Þú spurði mig hvort ég geti ímyndað mér það. Já, það er bara allt annað. Sko, þá er komið að, sko, nú eru augljósar staðreyndir búnar. En, nei, þetta er ekki búið. Nú er fimmta, sem sagt, augljósa staðreyndin er spurning. Já, spurði Egill núna einu sinni. Nei, ég hugsi spurði þig. Ég seti beint á mótunum og... Já, Egill er hérna, hann er búinn að kannski sjá blaðið. Já, ég er að stara á það. Ég satt ekki að lesa á það, ég vildi að það koma rót. Já, algjörlega. Öddi, ég ætla að spyrja þig og augljós spurning. Það er alveg sama hvað ég svara, þú ert alltaf eftir að segja sem ekki rétt. Nei, ég sverða, ég ætla að svara rétt núna. Ef þú gískar á rétt, þá auðvitað segir það. Sverðu það upp á dóttið þína? Já, ef þú gískar á það sem ég er að biðja um. Já. Það sem ég er að biðja um? Já. Að sjálfsögðu, að það sem ég er að biðja um. Öddi, hver er munurinn á bönunum og jarðarberjum? Hver er munurinn? Já. Það er náttúrulega svo margt. Það er svo ógeðslega margt. Já, og hvað erum við að tala um? Banani er gulur, jarðarber er rautt. Ekki það sem ég er að leita eftir. Ég er ekki að leita eftir því. Skrítið og skulle ekki að leita eftir því. Bananin hann er mýkri en jarðarber held ég. Mjög góður punktur, hann er mjúkur. En ég er ekki að leita eftir því, sko. Það eru svona laufblöð á jarðarberi. Laufblöð? Já, svona eitthvað káldrast. Ég er ekki að það, sko. Nei, segðu mig bara hvað þú leita. Það er bananabragð af bönunum. Já, herru, þetta voru augljósar staðreyndir. Takk fyrir okkur. Engamál.is í samstarfi við FM 957 boðar til stærsta stefnumóts sögunar. Föstudagskvöldið 3. júní. Allir sem nota Engamála appið vikuna 30. maí til 3. júní komast í pottinn. Hlustaðu á FM 957, sæktu Engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar. Grill er ekki bara grill. Kjöt er ekki bara kjöt. Brauð ekki bara brauð og sósa er ekki bara sósa. Á Dirty Burger and Ribs getur þú treyst því að allt hráefnið er sérvalið og útbúið svo hamborgarið þinn verður því næst sem fullkominn. Dirty Burger and Ribs. Iðjuþjálfunarfræði, nútímafræði, félagsvísindi, fjölmiðlafræði, líftækni og sjávarútvegsfræði. Kveikir þetta í þér? Þetta nám geturðu aðeins stundað við Háskólann á Akureyri. Kannaðu málið.
Skemmtilegur félagsskapur, alvöru ná. Háskólinn á Akureyri. Láttu DJI Phantom 4 drónan fljúa fyrir þig. Dronefly.is. Árið 1983 var ekkert ferskara en Afrika með Tótó. Þá smurðum við líka fyrstu Jumbo-samlokuna. Árið 2016 erum við ennþá að gera ferska rétti úr ferskum hráefnum á hverjum einasta degi. Jumbo. Still fresh. Við eigum kannski svolítið erfitt með að lofa góðu veðri, en við getum hins vegar lofað ódýrum og hollum skyndibita land allt. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 Blö á FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við strákarnir þökkum ykkur, þökkum þér kærlega fyrir það. Og við erum í þvílíkum fíling hérna á Ólafsfirði. Það náttúrulega sjómannadagurinn á sunnudaginn og allt að gerast. Sveitaball hérna í kvöld á Tjarnarborg. Vonum allir mæti. En ég er í, ég er hættulegum gýr. Ég er bara 20 stöð hiti og ég er fróðandi fínn í dag. Já, það er gaman að heyra. Ég held ég geggiði mig í kvöld. Það er líka gett og betur í kvöld, maður. Herru, það er náttúrulega gett og betur og málið það, þátturinn í kvöld, þetta er annað þáttur. Já. Hann er í smá uppáhaldi, það eru nokkrir, náttúrulega fyrsti þáttur var geggjaður og þriði þáttur var æðislu, það er Breiðholtið það er Gísli Martin og Gauti á móti Flatey. En þátturinn í kvöld hann er mjög crazy, það er Mosó á móti Kópói, það er, að vera að láta Erpur og Salka á móti Dóratína og Hjalta Úrsus og svona Dóri og Erpur á móti hver öðrum, þetta eru miklu gjammara sko. Það sauð upp úr margóft. Ég lagði rósaður Stóni, ég var í Vegas þegar þú varst með þáttinn, tók hann í gær á votinu og skemmtið þér vel. Skemmtið með konunglega, skeist ekki á þér. Ég hefði lesið þér þegar þau eru skitið. En þú hefur náttúrulega keppt í Gett og betur. Ég hef keppt 100 sinni. Ég rúlaði alltaf upp Mér leiði líka svo ég ætti hluta á þessu sjói. Ekki spurning og þátturinn í kvöld ég get ekki bætt miklu við hann verður bara geggjað hvet alltaf til þess að horfa hann er klukkan 20 minnur Ég þarf því miður að taka hann á votinu aftur. Sérðu hvað nýta tíma alltaf að plugga strákar? 20 minnur maður verður að plugga. Það komið að spurðu ekki hvernig gilsar hans. Það er king of sjómaður. Núna vill maður vinna þetta. Já, treystum mér að vinna þetta. Ég virði sjómaður mikið. Afi minn var sjómaður, bróðir hans pappa er sjómaður, það var margir sjómenn í ættinni. Hvað er þú þá svo mikil aumingi? Er ég aumingi? Já, svona með það. Hvað meinur, ég er búin að sofa í kortera því að ég er búin að vera að vinna yfir mig hérna, þetta er ekki hægt. Nei, sko, þegar fólk, þú hugsa... Ég vinn meir en sjómenn, ég get sagt það með hreitnum saman, sko. Ef það er sagt við eitthvað Steindi Junior, þú hugsar ekki, harður nagli, eða svona sjómaður... Nei, ég er kannski ekki harður nagli, en sjómaður hann væri farin að væla ef hann væri búin að vinna jafn mikið og ég undanfari. Já, ok. Takið þá kottan sjómenn og Ólafsfirði. En vinna þínir svona meira svona andlegt álag, ekki líkamlegt. Já, það er líkamlegt álag og sjómenn. Já, þetta er öðru sí. En hvað ertu með? Hvernig er... Já, hörðu, við erum alltaf beinni frá Ólafsfirði, þá er ég kannski ekki að fara að fá trailerinn minn. Nei, sleppum honum og fyrir bara beint í spurningakeppnina. Það er bara hannig. Engin trailer strákar. Nei, finnst þess og við segjum að kvötta trailerinn svolítið út. Persónulega, það er ímyndun. Það er sól úti og svona ég vilja heyra kannski. Þegar ég fer út í búð, þá kemur fólk upp á mér, fullorðið fólk, segir, mist leðalt að heyra hvað trailerinn er að detta út og hlátunum fyrstu. Þetta er bara einu mann að kenna. Hvað var fullorðna fólk? Þú veist að ég er stuðningsmaður trailerinn. Já, ég veit það, út að peppa þetta mér. En byrjum þetta bara. Þetta eru 12 spurningar, þannig að þurfum að sorry strókar, ég ætla að grípa fram í. Ég var að fá hugmynd af dagskránni sem við getum gert kannski næsta föstudag eða þar næsta eða eitthvað. Förum í keppni hver á okkur gerir besta trailerinn. Það má vera trailer hvað sem er. Já, basically er þetta bara trailer að gera trailer. En þetta keppaði mig í því. Við Öddu höfum aldrei fengið að gera trailer. Þú ert bara búin að vera að guppa þessu út. Ég er til í trailer að keppni. Já, tökum það eftir. Ok. Nei, tökum það í næsta eftir sig. En byrjaði nú, Egill. Já, ég ætla að grípa fram með fyrir minn. Já, þegju það. Spurning nummer 1, hefur þið farið í meir en 2 daga túr? 2 daga túr? Á sjó? Á sjó? Já. Þú sagði 2 daga því þú vissir að ég hef farið á sjó. Þú vil eftir leðilega maður. Nei, ég hef ekki nátt 2 daga túr. Ég hef farið á sjó samt. Já, við höfum allir farið á sjó. Nú, hvernig fórst þú á sjó? Hvað meinarðu, ég hef farið í Herjólf? Já, ég er að tala ég var að vinna sem sjómaður í Aukt og Sveppa. Vinna sem sjómaður í Aukt og Sveppa. Ekki segja vinna sem sjómaður. Ég var sjómaður. Já, í hálfan dag. Nei. Sólarhring. 12 tíma. Já, við fáum bara hvorugu stig. En þetta var 2 daga. En ég veist Akkur sagður ekki bara hefur farið á sjó og unni? Þetta er bara út af því að þú veist venjuleg basic tour er kannski 4 upp í 30 dagar. Já. Nei, ég hef ekki náð því.
Hefurðu ælt í sjó? Já, ég hef ælt líka. Vel gert. Viltu fá punkt? Já, ég veit að því að þú veist að allir sjómenn á einhver tíman lendi því. Ok. Þú veist, þeir æla ekki lengur, þú búið að leika sjó, þú búið að vennast þessu. Já, hvenær ældu þið í Herjólfið? Málar, ég ældi ekki í Herjólfið þegar hann fór frá, Þorlákshöfn. Í sínum 3 tíma rúndi, sko. Þakka fyrir, þú ælir ekki núna? Ég ældi, já. Kannski ropaðast meira? Ég fekk mér hálfan bjór bannaði að dæma, sko. Það er bannaði að dæma. Ég ældi í hálftímaferðinni. sem segir kannski margt mig það sem ég spes æla á hálftíma já, veistu, ég veit ekki hvað það var, ég ældi sko, ég tók sjóveikistöflu nei, veistu, ég var eitthvað svo tens tók sjóveikistöflu fyrir hálftímarúndin og ældi út af henni held ég er með sjóma, ég vil meina það, ég stálma ég ger ekki annan, ég er fórum að þið auðvitað og sveppa en ég ældi samt ekki mikið á Lulli sem er með Steindaði Gett og betur hann ældi og ældi en auðvitað, ef við ætlum að vera alveg hreinskilir myndur ekki halda að ég væri með meiri maga í þetta Nei, sjá bara það kemur svolítið Hældi hvað ég er búin að byggja minn maga upp Vistu hvað ég hef getið mikið viðbjóð Já, það veit ég Það er 1-1 og 2 spurningar búnar Spurning 3, hefur þú tekið í nefið? Já Ok, það er eitthvað sem allir sjómenn hafa einhvern tíma hjólaði Erum við að tala íslenska ruddan eða þetta sænska? Bara ég gef grænt og allt Ég er prófa bæði Ég er að tala, nú er ég að svara sem fyrir ruddan Íslenskan rudda Og þú hjólaði það? Ég get ekki gefið aukapunkt Nei En hefur unnið 24 klukkutíma straight? Já Margóft Það kemur bara þessi báði strax með já Alltaf í Sko, 24 klukkutíma straight á þess að, það er ekki að tala um klukkutíma pása bara vinna í 24 tíma Nei, ég get ekki sagt að ég hef unnið í 24 tíma alveg straight Ég gerði það bara til dæmis bara í gær, sko Nei, þú varst ekki mættur í vinnuna strax um morgunin, sko Ég var mættur Þú varst ekki mættur klukkan 7 þegar þú fórst heim Nei, ég var mættur 9 en ég var ennþá í símanum að hringja símtöl út af þessu millin ég tók 24 tíma bara En þið inni því er ekki að fara heim og spila klukkutíma kód Nei Ég var gott gert það blöðurinn að hreinskil þetta er þá 3-2 fyrir hérna Ójá, ég finn bara hvað sjóminn er stopp Nei, ég er ekki það, sko Ég hef margótt gert það ángríns En ég finn hvað sjóminn eru stoltir af mér Ég finn það hinga Finnur það strax? Já Þú lefst að hitta marga melgina Já Þú varst ekki 24 tíma á sjó, sko Nei, en ég finn Þú varst að reyna að klippa hljóði í Gett og betur Tjóðan held ég þessu stoltir af þér En þeir hugsa samt bara Þessi gæði Settir hlátur þarna Þeir eru gláð gæðut Stoltir af En þeir hugsa öruglega samt bara Tjóðan hann eitthvað Hann er hörkutól þessi Hefur látið taka úr þér tönn á þess að deyfa þig? Nei, takum með tönn ásamt að deyfa sig Það er bara, er það ekki bara byrjun? Eru sjómenni hér? Sjómenni hér Bara ekki sem real men hafa gert Nei, ég meina sjómenni að nóga peningu, þeir borga deyfingu, sko Nei, það vil ekki sjá deyfingu Engin mútið þar Gætur safnað alskeggi? Já Sko Horfðu á rótina Nei, býtu Nú ætlum við að ræða þessu rótina Við þurfum að ræða hana Ég ætla að bera þetta undir dómnefnd Egil, sko, ég er með götóttarót Ég er með rónarót Ef ég sleppi að raka mér ef ég sleppi að raka í viku þá er ég eins og útigangsmaður en ég hef aldrei farið mikið lengra en það ef ég myndi sko safna í 2 mánuði þá held ég að hárin munir vaksa yfir blettasvæði Segð þú núna satt við mig Þú varst daginn þegar ég var komið með mikið skegg þá sagður auðvitað þú mátt ekki raka ég bara herði okkur safna þú ekki skeggi þá sagður orðrétt við mig að ég get það ekki Segðu satt Hvernig væri heimurinn ef allir væri með góða rót? Hvernig væri hann? Var hann skemmtilegur? Sko, jú, en það sem ég samt að Þetta er líklega ekki punktur Mér langar samt að henda fram Ef ég myndi leyfa þess að vaksa í 2-3 mánuði myndi ég þá ekki fara yfir blettasvæði Sko alskegg er svona þykkt falleg Já, ég ætla að segja nei En sko, það er 3-3 Þetta er mjög spennandi keppni Ég er best fyrir stíðum Og spurningum er 7 Geturðu drukkið dræ lítir af vodka Heilan lítir Bara yfir heilt kvöld Dræ, ég gæti það Anskotin hafi að ég gæti það Já, ég meina ef að Steindi segja já þá segja ég Ekki einu slurki Ég sé blöð drekka 300 ml á 10 sekundum Já Þannig ég veit alveg að hann getur það Já, ég veit mjög efnilegur Ég held að ég hef fulla trú á honum Ég aldrei þitt eitthvað mjólkuglas af vodka í einum sopa Það er ógist Ég gæti það, mér langar það ekki Ok, en ég treysti þér, ég geði punkt Það er 4-4 Notar einungis kæs þegar þú vestar áfengi á bar? Nei Það er því miður Það er sjómaður Hann er ekki með debetkort Nei, þeir eiga ekkert svo leys Hefur þú rótað mann? Nei Nei
Þið eru ekki að koma vel út af þessu keppni því miður. Af því ég komið vel út af keppninni að ég rótaði sko. Ég væri reyndar ógeðslega til að hafa á CV-inu sko, að hafa kýlt ykkur í rót. Ég hræðislega. Myndur þú setja á CV-ið þitt? Nei, mér langar bara að segja, heyrðu, veist það, ég hef rótað mann sko. Bara bakkaðu sko, bakkaðu nú. Ég hef kýlt mann í rót, handrótað mann. Þú vilt ekki vera þetta akkurat núna. En ég bara geta ekki. Get ekki sagt það. Nei, þú hefur ekki gert það. Ok, sko, það eru 3 spurningar eftir. Og það er 4. Hefur þú tekið góðan túr, kláraðan, farið svo beint á strípiklúb og eitt 70% kassinu svo mannstyrinn? Nei, við höfum aldrei verið að skilja. Alls ekki. Hvað er vitlaust þetta? Næsta? Hæ? Hvað er þetta? Vitlaust? Hvað talaðu um langa túr? Mánuði? Ég talaði marga sjómenn og maður allir lent í þessu einhvern tímann. Hefur þú verið þveng á sjó? Nei. Nei. Segðu bara nei. Já, ég er að spá sko. Er það samt hérna, eru sjómenn eitthvað í því? Nei. Samt sko, þeir gætu tekið þveng sem konan á og laumast í hann bara svona út af söknuði sko. Ég held að sjómenn gerir þetta mikið af þessu. Já, sko, en ég hef ekki gert það, því miður ég hef ekki gert það. En síðan er eitthvað sem allir sjómenn tengja við sem að hlusta. Er ég ekki að vinna þetta? Nei, 4. Það er 4, einspurning eftir sko. Já. Og þið verður að hugsa svolítið vel á því svæði sko, því að allir sjómenn tengja við þetta. Hefur þú hristi á sjó? Nei. Sko, en blöð, býta ábál áður segir nei. Þú hefur verið í Snekkju, þú hefur verið í Herjólfi. Mér fannst þú líka að vera eitthvað svo snöggur segir nei. Já, hugsa þetta. Þú varst í Róman Abramovits Snekkjunni í viku. Þú hefur bara í Herjólf mjög oft. Aldrei. Herjólfur í hálftíma, sko. Já, 3 tíma fór þessu. Þú hefur kannski verið þunni. Hugsa þetta þess. Ég hef aldrei verið það spenntur fyrir þjóðhátíð að ég loki mér á K1 og taki þetta. Og Steindi, þú er ekki gert það heldur. Fá bara laga á 4. Steindi, ertu alveg svara þessu spurningu? Já, ég get svarað hennu og ég er alveg pottitráði, ég hef ekki gert það en við grunar að auðvitað hafa gert það. Þetta er skemmtilegt, þetta er dead tight, 4. En báðið með 4 stig í 12 spurning. Það er ömurlegt. Það er fárlega gott. Það er bara mjög gott. Mér finnst það gott, ég er ánægð með það. Gerðu eitthvað gott sjómannalag? Ég held að sjómenn verði mjög ánægð með það. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. FM 957 og Samfilm kynna sérstök FM 957 forsenning á Conjuring 2 föstudagskvöldið 3. júní í Sambjónum Egilshöll klukkan 11. This is not just a haunting. There's a demonic presence in that house. Sannkölluð dúndur hrollvekja af bestu gerð sem fær öll hárin til að rísa. They're calling it England's Amityville. She needs our help! No! Upplifðu skelvingu, ótta, hrylling og allt það sem sannur spennufikill vill fá í hrollvekju. Fylgstu með alla vikuna á FM 957 og nældu verið miða á sérstaka forsýningu á Conjuring 2. Engamál.is í samstarfi FM 957 boðar til stærsta stefnumót sögunar. Föstudagskvöldið 3. júní milli klukkan 21 og 22 en þeir sem að taka þátt geta nælt sér í stórglæsilega utanlandsferð fyrir 2. Allir þeir sem að sækja sér Engamál.is appið vikuna 30. mæ til 3. júní tengjast og mattsa við FM 957 eiga möguleika á glæsilegum aukavinningum. Svo sem stefnumót fyrir 2 í Reykjavík, bíóferð, út að borða, leikhús og spa, svo eitthvað sé nefnt. Stóra stefnumótið verður svo föstudagskvöldið 3. júní en allir þeir sem eru tengdir milli klukkan 21 og 22 geta nælt sér í glæsilega utanlandsferð fyrir 2 til Barcelona með WOW Air. Dregið verður út daginn eftir í beinni útsendingum hér á FM 957. Hlustaðu á FM 957, sæktu Engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar. Námið er gífurlega þroskandi og krefjandi og lærdómsríkt og maður verður samkeppnishæfur eftir að hafa gengið í gegnum það og ég mæli hiklaust með því. Íþrótta- og heilsufræðingar eru eftirsóttir í atvinnulífinu. Þeirra bíða spennandi tækifæri að námi loknum. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Í þessari Evrópukeppni er engin bikar en þú getur keypt þér eins marga bikar og þú vilt. Vinnur Pálo, Ekaterína eða þú. Eurojackpot. Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Biljardbarinn Faxafinni, opið núna.
Biljarbarinn Faxafinni. Paramount Kino. What's happening out there? There's a robot samurai. Donatello, Rafael, Leonardo og Michelangelo koma í bíó 1. júni. And whatever that thing is. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. I still don't know what you're saying. Komin í bíó. Það alltaf gott veður til að grilla. Hvar sósan? Finnsson gerir gott betra. Miðasala í fullum gangi á tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 12. júni á miði.is og í Gallerí Ósón Selfossi. Tryggðu þér miða. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það hárið það Keiluhöllin í Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 Blö og talandi Egilshöllina, við erum búin að segja þetta áður, við ætlum ekki að velja bestu myndina alveg strax. Nei. En það stærsti leikurinn okkar frá uppæði núna. Sko, myndirnar að hrúast inn. Já. Þetta fer að vera rosalegt úrval að Ég er mjög ánægður velja með úr. þetta. Já, hvað var aftur í vinning? Það að hafa keila og út að borða og allt þetta í Keiluhöllinni. Já, þú fær sem sagt út að borða shaken pizza, þú fær fritt í keilu fyrir 2, þú fær fötu af bjór. Salem Lights frá mér. Já, það er Farþjálfun frá Agli. Mánuður í fjarþjálfun. Ertu búin að henda ykkur? Já, ég ætla að græja mánuð af áskriftastöð 2. Þannig að fólk getur horft á Gett og Betur. Og Rikki G kom svolítið, hann toppaði okkur svolítið í þessu. Hann bauð basically í bestu myndinni, að manneskjunu á bestu myndinni, eða manneskjunum eða eitthvað, að koma upp á FM og taka pröfu. Já. Þannig að það getur verið að fara að fæðast einhverjum nýjur útásmenn. Já, þannig að núna farið þið á Twitter, setið mynda eitthvað hvar eru það að hlusta og þó þið vinnið ekki, þá bara gaman að sjá hvað fólk að hlusta. Sér líka eru menn, það eru meistarar sem á leiðinni á balli hjá okkur félagum í kvöld og eru byrjar að hella í sig og að taka myndir af sér í sólinni. Þetta er fyrirmyndar. Ég mjög annað með þetta, en áður við förum í sannleikanina Kontor og giftast sofa hjá Drepa, þá ætla ég nú bara að spyrja það eins Egill, hvernig var, það sáu nú allir á snappinu okkar, F95 Bló snappinu, að þú varst í Vegas og LA. Hvernig, bara ég ætla að spyrja það, hvernig var það núti? Já, þetta var þvílík veisla. Fyrsta skipti sem ég upplifði Vegas basically, því ég náði þetta sólarhring með ykkur svona í amerísku draumnum, en það var bara sólarhringur, það var svo lítið, núna fekk ég upplifa í fyrsta skipti Vegas. Já. Ég tók aðna sko, ég tók 4 sýningar, ég tók Absint sýningu sem svona vinsælt sýningin í Vegas, þá ég deldi með því á snappið, það var svona alls konar loftfimleikar. Steindi hringdi í mig og bara, hvað Egill að setja snappið okkar? Er ekki svolítið skrítið svo? Þetta var skrítast það sem ég séð á einminni, þetta var einhverju kallmenni þveng að lifta hver öðrum, mjög massaðir. En það skemmtilega þetta að þetta var með fyndið sýning, ekki bara eitthvað svona, einhver menn að gera eitthvað, en þetta var gott komin, mjög gróf sýning, þetta var bara eins gróft og það gerir sko, góða fólki hefði farið á hliðina, það hefði gett grína aðsöfbúðum. Ég ekki tala góða fólkið og vonda fólkið, segir. Jú, það er bara, ég segja, og gefur góða fólki PC liðið, það hefði gett grína blökkumönnum, aðsöfbúðum og basically bara öllu minnihaldahófum í heiminum, það ekki fyrir í sýningun, allir grét og hlátri. Og líka samt svona loftfimleikar og veistlaðan, þannig að þetta var, síðan var Celine Dion daginn eftir. Já, Celine Dion var það. Best tónleikar sem ég fara á æfinni. Hvernig þá, af hverju? Tók hún, og reynda hún tók ekki Power of Love. Tók hún ekki Power of Love, tók hún að Hort Will Go On. Hún tók Titanic-lægið. Tók það og það hárlega gott lag. Ég ekki með What a Man Bettan hérna. Nei. Hvernig var að vera með Arnari Gunnlaugs í Vegas og LA? Það var rosalegt. Eða ekki? Jú, þetta því að Stráka, þið vita að þið eru að tala um hann eins og bara Justin Bieber eða eitthvað. Hann er rosalur. Hann er bara Arnar Gunnlaugs. Nei, hann er ekki bara Arnar Gunnlaugs, Steindi. En þú veist, þetta er bara strákur og... Nei, ég get lofað því að hann haga sér betur en Justin Bieber. Ekki misskilja mig, mér finnst hann toppnáðingi. En þið talið um hann eins og Justin Bieber. Já, þetta er svo mikill heimsborgari, sko. Hann er það, já. Að fylgjast með honum, þú veist hvernig hann haga sér úti, interaktar við svona starfsfólk og veitingastöðum og svona hvernig hann er, þú veist, þetta er svona eitthvað svona, þú lærir þetta ekki og lest þetta ekki í bók, sko. Hann er búin að, þetta er reynslan. Já, og þú veist, eins til dæmis, við förum á, ég rættast nú þetta dagans í brennslunni í morgun við Hjöppa og félaga, að við fórum hérna í koktel á Nobu, veit eitthvað stað, hérna á Malibu Beach. Og þú veist, það er mánaðar til 3 mánaðar bið eftir borðið hérna og Arnar Gunnlaugs Áksson vildi sína okkur staðinn því að það er svo flottur, fáum okkur koktel á barnum því að við tróðum okkur á barnum, fengið okkur koktel og hann ákveð sér rölda þessa dömynda sem er möppuna og gengur upp að henni og svona, hlera hann aðeins, kemur sér tilbaka, borð klárt í kvöru kl. 20:40. Wow, what a man. Og getur ímyndaður ef að ég eða Rikki eða eitthvað svona þeir fara og beða borð. Hefði Steindi getað fengið borð? Aldrei. Já, ég veit nú ekki strákar. Þú har aldrei fengið borð, það er vel hlegið. Ég hefði samt, ég hef ágættur að aldrei fengið borð. Mættur alltaf með rettu og ylvatn. Ég hef trúið. Þú har ekki fengið borð. Og sama Steindi á ekki ylvatn. Steindi
Hann alltaf með ylvatn á sig núna frá konunni, hvernig veist þið það? Sko, rakspyrinn minn kláraðist. Já, kauptu þið nýjan? Strákar, við lifum á opnum tíma. Það er fríspyrir, það er 2016. Ég veit að það er bara svolítið skrítið. Nei, mér finnst bara ylvastikt góð og þá nota ég ylvast. Þetta er ekki flókið. Ég ætla ekki að gagnrýna það. Mér finnst ylvast, ég Sér bara... var Colin Farrell var alltaf bara fertusamali sitt á Nóbu. Nó, sáuðu hann? Já, það var bara á kantinum að það. En það er eitthvað einu vesinu með eitthvað kjöt eða ekki, fegst ekki eitthvað besta kjöt sem þú smakkaði? Kolbar eitthvað sem ræði þegar lendi eitthvað illa í því? Já, við fórum á okkur veitingastaðan, ég man ekki hvort það var í MGM hótelinu eða Caesar Palace og Caesar Palace, þetta er svona, ég elska það, Egill er hann heimsborgari og þjónninn kemur til okkar og segir, strákar, viljið panta bara matsölu hérna eins og venjulegu gómurinn eða viljið fara í eitthvað að ruggla og við bara svona, hvað mennur? Ég er með kjöt sem búið að elda í 6 mánuði. Fitan er föst inn í því. Þið muni aldrei smakka jafn gott nautakjöt á ævinni. Og þið pantið by the ounce. Þannig að hversu margar únsur borðið. Við verðum að prófa þetta kjöt. Eins og gæinn lísti nautakjötinu. Þetta besta performance á lýsingu á kjöti. Ég gæinn hittir að vera leikari. Og ég bara hörðu, selt, við tökum þetta kjöt. Eitthvað, ekki bara svona kópistik. Hann sagði, ég mæli með, og þetta er bara öðru þessi kjöt. Ég borði minna af þessu, þetta er svo feitt. Ég mæli með 3 únsur á mann. Ég bara 3 únsur á mann, ég get bara kíló af kjöti, sko. Hvað betur 3 únsur eru? Ég 8 únsur er allan að fá 200 gram 250 lágmark á mann. Já. Við hendum því bara, kottum með 8 únsur á mann. Við vorum 5 og stelpunna alltaf borðið ekki, þú veist, mikið, en við sögum bara 8 únsur á mann. Og Gunn Láksson pantaði 2 rauðvín og síðan bara borðum við og ég var að viðkjönda kjöt verið rugglun, það bráðnaði upp í manni, ég valdi smakka svona nautakjöt áður og síðan fengum við 210 skróna reikning. Og það er stærsti reikningur sem ég fengið á Það er skellur. Hvað rugl er þetta? Við glemdum að spurja, hann sagði að það rukka bæði áns á nautakjötinu. Það ringdi var eitthvað viðrunarbjöldlega sem fór í gang þegar hann var að halda þessa rosalegu ræðu að þú hugsaðir, pældir aldrei á tímabúti, ok, þetta hlýtur að vera fucking ógeðslega dýrt. Ég hefði átt að spurja, how much is the ounce, sir? Þú spyrð aldrei í Vegas hvað eitthvað kostar. Er það málið? Já, bara þannig. Þú ert í þannig gýr. Þess vegna fer ég til Atlantic City. Það má spyrja hvert sem hvað allt kostar. Við ætlum að fá eitt lag, svo förum við í giftast, sofa hjá Drepa og sannleikana Komdor hér eftir smástund. Það held ég, elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957, það er Steindi, Egill og Öddi og Rikki G er hérna á kantinum með okkur. Tæknimaður. Sérlegu tæknimaður og fjórði meðlumur þáttarins í dag. Búin að standa sig vel. Búin að standa sig hrikalega vel, þetta leit nú ekki vel út í dag. Við tengdum þessa græjur hérna, við erum live frá Ólafsfirði fyrir þá sem voru að tune inn og það munaði 4 mínútum. Já, það er þetta hafðist. Fíla þetta nýja lag með Chainsmokers sem var að klárast. Já, mjög gott. Já, það munaði 4 mínútum að FM 95 blöð hefði bara ekkert getað farið í loftið. Þetta var bara rétt. Líka hefði þá verið að finna sér nýja vinnu. Núna, það er bara hann. Getið með þetta. Það var ekki eitt verkefni. Það var að greiða okkur í loftið. En talandum að Rikki G sé hérna með okkur. Og það er ball í kvöld. Og þeir eru á leiðinni, Sverrir Bergmann, Óli og Benni. Ég veit hvert þetta er að stefna. Og það er National Donor Day. Ég veit nákvæmlega hvað það var að segja. Við erum að fara í giftast sofa hjá Drepa. Yes. Og ég ætla að vera með þetta þema. Leið mér að gíska það. Það er Rikki og það er Bent og það er Sverrir Bergmann. Það er hárrétt. Já. Þið þurfa ekki, Rikki náttúrulega situr hérna hliðin á ykkur. Reyndar eru Bent og Sverrir Bergmann pottet að hlusta á leiðinni. Getið skipt Rikka G út fyrir King Óla gera? Nei. Af því að málega það sko, það er helviti, hvað getum við sagt við Rikka? Við getum ekki sagt alltaf að sofa hjá honum. Af því að ég þarf að horfa í augun á honum minni segja það. Það er ekki hægt. Ég get ekki senda hann til sveit. Þetta er gift að sofa hjá Drepa, Rikki G, Bent og Sverrir Bergmann. Og ég spyr, ég ætla að byrja á þér Egill. Hann er byrjað að benda á mig og hóta mér þetta. Þið þekkið alla mjög vel. Sverrir Bergmann náttúrulega besti vinnu ykkur beggja, Bent er náttúrulega besti vinnu þinn, Steindi. Og Rikki G er þetta með okkur og góður vinnu okkar alltaf. Þetta er virkilega leðilegt. Þetta eru 3 menn sem geta allir borga reikningana sem hver mánaða mót án þess að vera í vandræði. Ég fer alltaf beint í fjárhagslegt öryggi. En hann er með money on his mind. Enginn af þessu 3 drullar pinningum. Það er enginn sko, veist ég get ekki sagt hérna, Rikki, ég held að Rikki sé tómálur. Við langar að nýja bensín núna. Nei, það er enginn að fara. Hversu margir menn á Íslandi geta bara hendi það að gefa þér bensín og pantar? Ef þú vilt nýja bensín, þá er Sverrir Bergmann, Bent og Rikki G ekki frá kaupan hann það er. Ég er bara að verða með kostum og göllum hversu eins þarna. Sverrir Bergmann spila eðir 15 tíma á dag í tölvuleiki. Já, en þá getur þú fengið smá bríþer, sko. 15 tíma á dag. Já. Þannig ef ég vil hérna, skilur láta hann til þeimis, eða svona hjálpa mér í húsverkin, segir Sverrir, myndi Drepa að sópa með mér einu sinni það? Og þá var hann bara í kott eða
Destiny. Nei, hann ekkert í COD. COD bara 10 World of Warcraft. Ef ég fyrir Call of Duty, það tekur 10 mínútur. Já, það Call of Duty, þegar við lendum á Ólafsfirði þaðan, það var hópur af úlingu sem byggðu eftir okkur og tveir af þeim voru að spila Call of Duty daginn, online með Steinda. Já, sjálfsög, ég spila með öllum sem vilja spila með mér og þetta voru bara, þeir voru mjög góðir. Ertu bara á nóttinni með einhverjum úlingum? Úlingum, það voru fullt af fullorðna fólki ríki í þessu liði. Þetta voru góðir snæperar, við höfum það með okkur í liði. Það eitthvað að því. Age is nothing but a number. Mér alveg sama átt að þessi einhver stráka sem er nýbúið að ferma sig einhver staðar. Ef hann bara góður snæper, ég vil hafa hann í liðinu mínu. Það bara svona 5 ára strákur má vera mér í liði og 60 ára gammal maður. Ég fannst ekkert skrítið þegar þú sást pjakkinn það því að þú sagði við mig, var þetta hann? Já. Það var 13 ára strákur sem var í einhverju þvílíkum missjónu með þér í Call of Duty daginn og því fannst ekkert að því. Veistu hversu oft ég fæ öskur á mig að grjót halda kjafti af því að ég er að æsa mig við einhverja 12 ára breyta út í heimi. Já, ok. Skamma á. Já, ok. En eru klárum ég spila með öllum. Já, sko, þetta er svolítið erfitt, sko. Ég er að meta, sko, Svessi í því að Svessi skýtur í pizzakassa. Hann er fastur í miklu þingri leikjum. Þú þarft líka svolítið að uppdata með gallana spennt. Ég þekki hann náttúrulega ágætlega ekki vel og þú, sko. Ég þekki ekki gallan. Nei, Bent er náttúrulega, hann er með galla, en hann er mjög marga kosti líka, sko. Hann er einlægur og myndi ekki dæma þig neitt. Þú getur að opna þig bjór. Bent er aldrei að fara að dæma þig. Nei, hann er ekki að fara að dæma þig og hann er hress og skemmtur. Hann getur verið að, sko, þið myndi ekkert leiðast með Bent. Þú getur hangið heim og þið myndi ekkert leiðast með honum. Engum af þeim, sko, þetta er mjög erfitt. Sko, Rikki vinnu mikið, hann er alltaf lýsandi leikjum, hann alltaf sér FM á daginn, síðan lýsir ykkur leikjum og okkur rasslakvöld, hann er beskil aldrei heim og þegar hann er heima þá... Það er hægt að tala í kringum þetta og ég vil fara að fá svör. En væri ekki svolítið vont fyrir þig að vera með Rikka, því að hann er náttúrulega síétandi kleinurhingi og það er vesen á honum og þú ert að reyna alltaf að halda þér í formi, þetta er ekki að fitta saman fyrir mér. Nei, og síðan líka rekur hann við og rópar, sko. Hann rekur hrikalega við. Bara eins og allir aðrir, eða ekki? Já, það er engin jafn mikið á hans. Rikki, með nokkra kosti, hann er góður í gólfi, hann getur gólfa með honum, til dæmis. Ekki frábær strákur, þú situr líka hérna við hliðina okkur, vitlýsingar ykkar. Ég vil fara á svör sem hann sé við hliðina á mér, þá þarf ég að ræða kost og galla. Hverju myndir að giftast? Það er erfiðastur að drepa einhvern, erfiðastur að giftast einhverjum, ég ætla að byrja á því að ákveða hvernig ég... Hjá hvernig þú sefur? Já, ekki segja þetta, þú vilt bara nota orðið að sofa hjá í dag. Þú myndir sofa hjá hverju? Ég ætla að gera svo djarfur, ég myndi segja Bent það líka. Það var alveg Svessi að Bent, Svessi með svona childbearing hips. Er hann með muffin tops? Childbearing hips? Sem ég kann að meta. Hvað meinur þið? Er hann með muffin tops á Svessi? Það er bara svona... Þetta er ekki hirt á childbearing hips af Svessi. Hann er rassmikill á Svessi. Já, með svona breið læri og þykka kálfa og svona. Þú sefur hjá Bent, hjá hvernig I like that. Það var nú drullaði mig og ég var kallaður að ég var mikið fyrir gamla skólan þegar ég var að tala hérna daginn einhvern tímann og við langaði að sofa hjá Sylvester Stallone og okkurum í staðin fyrir Ryan Gosling. Það var nú drullaði mig þá. Hjá hvernig myndir þú sofa hérna? Ég, sko, þetta er hrikalega erfitt maður. Ég ætla að giftast... Ok, þú ætlar í giftninguna. Ég hugsi myndi giftast Bent. Giftast Bent? Já, okay. Það er svona... Þið eru nú í nettu hjónabandi. Já, við höfum eiginlega verið giftir í mörg ár, sko. Nú er það bara stóra spurningin, sko. Hver er að fara upp í sveit? Og hjá hverju er ég að fara að sofa? Það er... Sko, þetta er... Sko, Rikki vinnur mikið, Sverrir mikið í tölvuleikjum. Hvorum að það giftast? Ég held að það séu the childbearing hips sem munir svolítið gefa mér the winner. Rikki það því mér er farið sveit. Þú giftist Sverrir Bergman, þú sefur hjá Bent og hendir Rikki sveit. Rikki er hérna, þú ert að horfa. Þú ætlar að drepa Rikka. En það er National Donor Day og er ekkert sem getur komað í vonskap í dag. Nei, já, það er enda hárið. Ég hugsi nýtti mér að líka, ég sendi Rikki upp í sveit. Allir báður að drepa Rikka. Ég meina, nei, ég er svona, Rikki, þetta er ekkert persónulega, ég er nú aðalega að hugsa mjöðmyndin og sessa. Ég er að hugsa mér sem muffin tops og Sverri. Þannig að þú ætlar að giftast Bent, sofa hjá Sverri og drepa Rikka. Við erum bara sammálaus í dag. Nei, hann ætlar að sofa hjá Bent. Nei, þú ætlar að giftast Bent. Ég ætla að nota möguði Bent og giftast Sverri. Já, þú ætlar að sofa hjá hann. Þú ætlar að reyna að laga stöðin í þessu. Já, ég myndi giftast Rikka, drepa Sverri Bergman og sofa hjá Bent. Já, fáum lag. Drepa Svess. Drepa Svess? Það fáum mög. Akureyri, dagana 15. til 18. júní. Burnout, AutoX, Drift, Götuspyrna, Sandspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. Kynntu þið dagskrána á skeljungur.is/bíladagar. Höfum opnað nýja verslun út á Granda.
Föstudag á Stöð 2. Dóri Díðina og Hjalti Úrsus mæta Erpi Eyvindar og Sölku Sól í uppgjöri á milli Mosfellsbæjar og Kópavogs. Hvort bæjarfélagið er meira ghetto? Við bara spyrjum. Ghetto betur. Föstudag klukkan 20:10. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Þetta bragðgóður borgari. Það Doritos sem færi þér ghetto betur. Nú færðu meira en bestu borgarana, rifin og kjúklingavangina og Dirty Burger and Ribs. Því við höfum sett saman bestu samlóku sem þú hefur ekki smakkað. Dirty Burger and Ribs. Gott. Komdu í mat í IKEA. Í júni færðu hálfan grillaðan kjúkling, franskar, hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Tígrisrækjur og ungnautakjöt eiga afskaplega vel saman og verða eflaust á endanum hjón. Surf and Turf er heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 krónu afslætti þessa vikuna. Fabrikan. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Mikið rétt fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það komið að dagskrárlið sem að við tökum reglulega þegar við erum út á landi. Þú veist að ég kvíðin fyrir þessu. Eða erum ekki í stúdíónu, það sannleikan að koma. Já, ég að stressast fyrir þessu. Ég var rosalega til í þetta einhvern veginn áðan, svo fannst mér allt í einu það getur einhvern veginn allt gest og með ykkur hérna í beinni og þetta óþægilegt. Þetta svona sem maður var svolítið í þegar maður var í 8., 9. og 10. Já, þetta minna, þú veist, þetta bara í anda þáttarins. Já, það ekkert eðlilegt við það að vera 35 ári sannleikan að kontor. Nei, við sitjum þetta fjóri saman. Og við erum að fara í sannleikana að kontor. Þetta náttúrulega bara stórfurðulegt. En það að skemmtilega að vita. Hvernig, til þess að útskýra reglurnar fyrir hlustendum, það kannski ekki allir með á hreinu hvernig sannleikana að kontor virkar. Hvað gera úlingar í dag? Faraðu þið sannleikana að kontor? Ég held að sé allavega ekki að fara einu myndi í helvíti eins og þú gerir þetta með húsverðunum í skólunum þínum. En það sem er sannleikana að kontor að við spyrjum hvort annan, sannleikana að kontor. Ef þú segir sannleikan, þá spyr ég spurningu og þú verður að segja satt. Sama hvað, við erum í beinni, en við höfum aldrei lent neinu fyrir hlustendum. Ef þú segir kontor, sem er... Það er basically áskorun. Það er áskorun. Og hinn ræður henni. Já. Okay. Og hinn má nú alveg hjálpa til, við getum tímað upp kannski, en þú veist, það er ekki ráðlegt að segja kontor, þú þarfst að vera með kjark. Ég ætla að byrja að spyrja. Ætla þú að byrja? Má ég byrja? Já. Ég ætla að spyrja Blö. Já, við erum ekki búin ákveða hver að spyrja Nei, mér veist bara, mér finnst það hljóma vel, hann ætlar að spyrja þig. Akkur vil þú spyrja mig? Mér finnst það æðislegt. Ég ætla að spyrja þig. Byrja þetta partí. Og hvað þýðir það þá? Ég spyrji Steinda? Já, og bara Steindi mig, það ekki bara? Það er bara flott, ég er bara ánægður að ég sé ekki í fyrstu lotu. Ég ætla ekki að vilja að Steindi myndi spyrja mig heldur en þú. Nei, sannleikan að kontor Blö. Yes. Vá, hvað var þetta eitthvað ákveðin? Nei, ég bara... Ertu löngu búin að ákveða spurninguna? Nei, alls ekki, bara... Sannleikan eða kontor maður, þetta er samt eitthvað, við erum að tengja þetta við sjómannadaginn, það er sjómannahelgi. Þetta er leikur sem sjómenn fara oft í. Ég hef aldrei logið neinu af hlustendum, ég segi sannleikan bara. Ætlar að þóra að segja sannleikan? Þú veist að það er nú. Ég nenni ekki einhverju kontor fyrir allir, veistu hvað, ég er barnalöður. En ef segir mér að fara einn út í tjötna synda. En ef einhver segir kontor, hvað hefur þá að gera? Við þurfum að taka upp á snappið. Já, við setjum á snappið. En ef enginn segir kontor, hvað þá? Það verður einn að segja kontor. Það verður bara einn að segja kontor. Já, verður einn að segja kontor. Mér finnst það. Allavega Blö. Já. Hefurðu feikað fullnæðingu? Wow. Feikað fullnæðingu. Þetta er algjör sumabústaða spurning. Klukkan er kortir í 6 eða eitthvað sko. Já, mér liði bara eins og sé 3:30 nóttina og ég sé í 9. bekk, en ég er spenntur að heyra hvað er að gera. Það er svo einbeitt maður. Ertur hins, hefur þið gert það? Jú, þú hefur gert það. Ég er að horfa á þig, þú hefur gert það. Þú hefur ekki ennþá búin að svara. Þú verður að svara satt. Má ég tala? Já, þú væri búin að segja nei. Þú hefur feikað fullnæðingu. Það er bara þannig. Þetta gerður það líka. Já. Hvað meinar þú? Hvernig er það hægt? Hvað gerður þú eiginlega? Hvað meinar þú? Hvað meinar ég? Ég var bara með markmann og þóttist á það. Markmann? Smokk? Kallar þau smokka markmann? Nei, ég veit það ekki maður. Herðu, það er rosalegt slaggur. Hafið þið heyrt þetta áður? Þetta er eitthvað sauðakrúksningur. Já, með markmann.
Ok, herðu, þetta er mjög, nú líður mér illa. Já, þú varst að tala um að vera með markmann. Nei, mér finnst það mjög skemmtilegt. Ég hefði bara hent í Billy bóið eitthvað en þú sagði markmann. Þetta er mjög langt síðan, ég teka fram, ég segi alltaf satt, ég er ekki lúsið. Ég hef verið svona 18 ára eða 19 ára og búin að fá mér aðeins og marga og þetta var ekki að fara að gerast. Þegar þú ert búin að fá aðeins og marga, þá bara gerist þetta ekki. Smá einskot, hver var the lucky lady? Það man ég. Já, ég myndi ekki að segja lucky en sko, já, þetta var ekki að fara að gerast hjá þér. Nei, og ég bara... Og þú bara lest ekkert gossaði markmanninn en lögst. Hvernig feikar það eiginlega, þú veist? Þú varst að stinja og svona? Ég ætla ekki að fara eitthvað nánar út í þetta. Ég var bara feskur. En hendur í stunur og sagðir, þú veist, ég er búin að fá það eða. Gekkja. Steindi, sannleikan eða kontor? Og bara... En að hættu svo, eða bara tala táfilunum? Ekkert af markmanninum. Tala um tá? Ég get alveg tekið af með táfilunum. Þetta er bara æðislegt. Ok, sannleikan eða kontor? Eftir þetta maður, ég get ekki... Shit, ég ætla að segja sannleikan. Segðu kontor? Nei, sannleikan, ég get ekki sagt kontor, ég ætla ekki út í tjörn. Sannleikan? Ég var ekki... Þú voru að koma með eitthvað á hann. Já, ég nenni ekki alltaf að ræða eitthvað svona. Nei, kontor bara með eitthvað venjulegt, það má líka bara vera venjulegt. Þetta viltu fá eitthvað venjulegt? Nei, ég var að ræða þetta daginn, þetta er ógeðslega lélegt. Ég ætla að spyrja hvort þú hafi gert þennan viðbjóð sem er hræðilegur. Hefurðu tekið hit and run á taxa? Hit and run á taxa. Pantsi taxa, sagt skuttlaði mér hingað og hlaupið út, sprettir út. Sko, fólk er bara, það er eftirlýst fyrir þetta. Þetta er mesta skítæla mús sem getur gert. Já, þannig að nei höfður. Nei, það er já. Er það já? Já, það er já. Ég bara hef gert þetta. Ói, hvað er leiðilegt? Ég veit það. Ói, hvað er leiðilegt líka að þurfa að játa. Ég hef gert þetta. Áttur ekki kassi, vildur ekki borga? Ég bara átti ekki, ég var náttúrulega ólingur sko, en ég átti ekki kassi, þá leti ég leigubílinn sko, ég gerði þetta með þess að nokkur sem Var þetta í fyrra? Klikkaður fyrra. En betur, pantaður bílinn þá bara kílómetri frá húsinu? Já, það pantaði hann sko. Það er núna að hlustast. Já, ég veit að það pantaði hann í 2 hverfi fyrir niðan húsið mitt og segist alltaf hoppa inn og ná í aurinn og svo hleypi ég inn í garð og ég gerði þetta. Ég er hreinskilinn, ég hef gert þetta. Ég myndi að skammast mér meira fyrir þitt en mitt. Nei. Þú ert ekkert að skammast yfir þitt blóð. Þú ert ekkert að skammast yfir þitt, alls ekki. Þetta er bara mjög algengt í það fólk stundur kynlífi það. Já, ég held að það sé algengar hjá konum. Já, ég myndi segja þetta væri bara í 90% tilvika er þetta bara, er ekkert að gerast hjá markmannum. Varst með markmann og allir í tópmann. Varst með markmann. Ég veit ekki hvað þú sagði markmann. En já, ég ætla að viðurkenna það, ég var eins og skít, ég myndi ekki dætt í haugir í dag. Aldrei, og ég mæli ekki með þessu. Ég maður kannski svona einu sem prófa þetta, en það er upp á að fá þetta á samviskuna. Styrkisáluna, Egill, hvað er komið að þér? Það er bara svoleiðis, út einu eftir. Þú voru að spyrja mig. Egill, sannleikan eða kontor? Ég hef nokkra spurningar sem ég vil langar að spyrja. Ég er bara með eina helviti góða handónum, sko. Meldu sér andlita á hann. Kontor? Nei, kontor? Hvað ætlar að gera þessu? Herru, kontor? Já, út af ég sá þau og voru báðið búin að plana eitthvað ógeðin eitthvað. Herru, þetta er bara fárlega gott. Það kemur endur ekkert óvart að hann segi kontur á því að mannstu þurfa áttum allir að opna okkur einhvern tímann. Þá sagðist hann að hafa gleymt gelunni sín á selfos þegar hann var að fara að gigga. Það var það vandrarlegsta sem hann lendi í. Vandrarlegsta sem hann lendi í. Hann fór með ógela. Þú neitar að opna, hann er frekar kontur. Hann fór með ógela hára svið og það var að versta sem hann hefur lendi í á allri ævinni. Senda hann hérna út í eitthvað við. Það er ekki hægt að kalla það hard knock life. En get ekki gert eitthvað inni bara? Getur eitthvað gert þetta? Ok, ég er að líta þetta núna. Ég sé sko, ok, það er gata. Það er umfæra gata. Stór gata. Sérðu húsið númer 20? Já. Senda hann í það. Ok, Egill, það er mjög góð pæling. Þú þarft að fara, ég ætla að taka þetta upp á snappið. Við erum með Snapchatið FN95 Blå. Ef þið ætla að sjá þetta, við ætlum að fara í þetta beint. Hvað er ég að fara að gera, trúður? Rífðu þig úr á ofan Veitum mjólk í húsið. Herru, veistu hvað? Förum við þetta lengra. Er þetta ekki bara hann þarf að vera á nærjónum? Hann þarf bara að lappa á nærbuksunum, banka upp á. Er eitthvað ruglað? Nei, býttu, þú þarft að lappa upp á þessu húsi, númer 20, beint hinum með göttuna, bankar upp á nærbuksunum og þú mátt ekki segja orð þegar konuna maður er svara. Þú mátt ekki segja neitt. Þú þarf bara að horfa á manneskjum sem svara. Og hver ætlar að taka þetta upp? Ég skal taka þetta upp. Stendi eftir. Ég skal taka, við bara förum í það. Það er líka óþægilt fyrir þig að við segjum ekki neitt. Já, ég hugsanlega verið í felum. Það verið í felum? Ég ætla ekki að vera alveg upp við þetta. Veistu að hann er með sér talandi? Þú mátt ekki tala. Hann heyri það. Ég ætla bara að vera í runna. Ef hún er runna? Viltu frekar bara í tjörnina? Herðu, ég ætla bara að vera 3-4 metrar frá. Ég er ekki vissin enn tjörnina. Nei, hendi þetta. Það er kontor, FN95 Blå snappið, hendið ykkur út. Við erum að fara að gera þetta núna. Já, drullu ykkur út.
Sánasendinga hjörð Í amerískum fötum, þambatu og glösum standandi í röði Bankastræti Týrgastöld Ísland, hætti að vera veistla Geisla, þeir búkan bröf Geisla, það náður en þú veist að við neyslan Hætti að vera veistla Já, þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Við Rikki bara tveir hérna núna í útsendingu því að Egill Einarsson og Steindi Junior eru í húsinu hérna beint á móti Egill tók kontor og hann á brókinni að fara að banka þarna á númer 20 og það einhver maður með hund þarna Það verið að fara að hringja á lögregluna sko Sérðu gæjan? Já, hann bara eitthvað að fylgjast með Steindi nú í felum þarna og þetta sjáum við inn á FM 95 blå snappnu. Við vorum að heyra í næsta lífi með Bent og þetta lag heyrið þið á Tjarnaborg í kvöld á ballinu. Bent á leiðinu á samt Svessa á þeim. Það ekki verið að svara? Nei, eðlilega ekki. Það bara verið að hringja á lögreglu. Bílar að stoppa hérna fyrir utan sko. Já, fólk að hlusta. Ólasverður alveg með þetta. Það greinlega enginn heima nema hvað er þessu fólk. Það er ekki opna fyrir honum. Hann stendur þar að koma tilbaka. Þetta á FM 95 blå snappinu. Það eru 4 krakkar á hjóli að stoppa þetta. Þetta orðið hálf vandræðalegt. Við skulum fá annar lag sem verður nú í kvöld á ballinu og ég held að sé sama hvar þú ert á landinu, það búið að vera svo gott viður, ég held að sé jam í kvöld á liðinu. Það jam í kvöld og það jam á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Jam í kvöld, jam í kvöld, jam í kvöld og hinn 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 og hinn. Hinn. Hei! Við erum aftur hérna Steindi og Egill og þið sjáðu afraksturinn á FM 95 blå snappinu. Það svaraði ekki. Nei, þetta var bara svik. Ekkert annað. Þú fegst eitthvað þægilega inn í spurningu. Ég hef átt að segja sannleikann. Ég lappa hérna að nakin götur og Ólafsfirði. Fólk stoppaði og hló og benti. Það sem ég var ánægð með er að fólk var greinilega að hlusta þáttina því að það voru bílar búin að stoppa, það voru krakkar komnir að. Þetta var mjög óþægilegt að hafa þið beiran þetta og allt þetta lið. En þú slafst, það var ekki heima. Ég segi, ég bað til Guðs því stóð hana, enginn kom, please ekki koma til dyra. Please ekki koma til dyra. Þið getið tjekka á þessu á snappin okkar FM95 blå. En pælti, ef þú sagt húsnúmer 18 þegar ég sá hreyfingu þar inn í rétt á þann, þá hefði þetta verið hræður. Já, kannski ekki leiðrétt með á hann, hvað er að þér? Nei. En það er komið að loka með tilkynningu. Já, ég er með mikilvæga tilkynningu og ég byrja þjóðin að setjast niður nú. Drepa bílum. Já, bara til ykkur niður. Næsta föstudag, líklega klukkan 17:00 á Slæginu. Mun ég frumflytja nýja slagara Muscle Man og á sömu sekúndu ít og endur á YouTube. Heitir nýja lagið með Muscle Man? Nei, það heitir ekki Muscle, það heitir líklega Muscle Dance. Ertu ekki búin að ákveða hvað lagið heitir? Það er eina svona sem við erum búin að ströggla mikið við þetta. Ég er búin að ræða þetta við Hannes sem er að klippa og Eið, Birgis leikstjóra og strákar í Stop It Go búin að hugsa nafn núna í mánuð. En líklega vera Muscle Dance. Akkur beður ekki bara hjálp á Twitterðum? Það er þetta góða punktur. En málega fólk veit ekki til koncept, það er ekki séð vídeóið. En ertu farin að kalla, ertu búin að rýbranda þig? Ertu farin að kalla þig Muscle Man? Nei, Muscle Boy, en ég bara finnst að segja það Muscle Man og ég er að vera þertur. Og líka eitt plugg í viðbót. Næsta föstudag í viku, sama kvöld og Gilsarinn Lonsjör í vídeónu, þá er ég spilað í Hvítahúsinu og Kótilettunni og einar sem séu það sagði mér að renta tent núna þar, þannig að fólk getur núna leikt sér tjald og fara á Kótilettun og held í sig. Það getur mætt á tjalda bara fyrir utan Hvítahúsi. Og við minnum líka á Gett og Betur 2020 í kvöld. Gett og Betur í kvöld, já, 2020, það er Mosa á móti Kópavogi, svakalegu þáttur. Ef við minnum á ballið í kvöld. Já, Tjarnaborg, allir Korsmúrt og Dalvík, Siglufirði, Akureyri eða Söðukorgi eða Ólafsfirði, þið komið í Tjarnaborg. Eða Grindavík, Skaginn. Ég meina, ef þú leggur að stað núna frá Reykjavík, þannig er þessu. Ef þú ert að leggja stað núna frá Reykjavík, þá ertu eins og vinur minn í Game of Thrones. Þú ert á leiðinni norður. Ég skal lofa, sko, Jon Snow. Ef einhver kemur frá Reykjavík,
þá má við komum til krassa gólunni hjá okkur. Við skulum bara retta honum bara þak yfir höfuðið. Og líka kannski að minna Óskar Rikka aftur til hamingjum að það er International Donut Day í dag. Algjörlega. Og með líka fólk sendið Rikka óskjöndu hamingjum með daginn. Veist það, Rikki, akkur er þetta ekki sponsaður af Dunkin Donuts eða einhverju svona? Rikki ekkert alltaf í kleinur. Hann alltaf í honum maður. Nei, þetta bara Það komið að lokum, takk kjalla fyrir hlustum í dag. Við verðum mættir aftur næsta föstudag í Feeling og þá bara beint frá Reykjavík. Njótiði blíðunar hvar sem þið eru á landinu og hafið það bara sem allra best helgina. Takk fyrir okkur. Thank you. Hæ, þetta er Sara Unique. Erum komið með glæsilegt úrval af æðislegum snirtivörum. LA Girl, City Color, LA Color og miklu fleiri flott merki. Unique, Kringlunni og unique.is. Viltu stunda nám í framsæknum alþjóðlegum háskóla? Viltu vinna að spennandi verkefnum í samstarfi við fyrirtæki? Viltu læra af góðum kennurum í